gluggaþarna á móti mér. En við göngum í fyrsta mál á dagskrá sem umræðum aðalskipulag Reykjavíkur og þá tekur til máls borgarfulltrúi Páll Hjaltason. Háttvirtur forseti, ágætu borgarfulltrúar. Erum við ánægð með borgina okkur í dag? Hvernig mun Reykjavík framtíðarinnar vera? Viljum við breyta henni? Hvernig borg ætlum við að skila komandi kynslóðum? Besta verkfærið sem við höfum til að móta borgina til framtíðar aðalskipulag. Hér ætla ég að fjalla þá endurskoðun sem hefur verið í gangi yfir gerð nýs aðalskipulags Reykjavíkur 2010 til 2030. Sú endurskoðun sem hér til umræðu hefur verið lengi í vinnslu og hafa borgarfulltrúar allra flokka komið að þeirri vinnu. Ákvörðun að endurskoða aðalskipulagið var tekin löngu áður en núverandi meirihluti var myndaður í borgarstjórn Reykjavíkur. Þeirri vinnu var hleypt af stokkunum fyrir meira en 6 árum síðan, eða árið 2006. Það var greinilegt að vinnuferlið var vandað frá upphafi. Það sést einna best á því hve miklum jákvæðum breytingum skipulagið hefur tekið. Vandað vinnuferli jafnframt lærdómsferli. Því með mikilli yfirlegu og með virkum samræðum ná hugmyndir að þroskast og mótast. Endanleg niðurstaða úr þannig ferli ekki fyrirséð, hún verður jafnvel betri en hægt var að sjá fyrir. Ég kom að þessari vinnu vorið 2010 sem formaður skipulagsráðs og var hún vel á veg komin. Ég hef þó fylgst vel með því sem arkitekt og áhugamaður skipulagsmál þegar fyrstu drög voru kynnt í öllum hverfum borgarinnar haustið 2009. Að baki þeim lá mikil og margvísleg greiningarvinna og mat á ólíkum valkostum. Það var augljóst að slegið var nýr tónn í meðferð skipulagsmála, ekki eingöngu vegna þess að efnistök voru ný og fersk, heldur ekki síður vegna þess að umræðan var opnari en nokkurn tímann fyrr í sögu skipulagsmála í borginni. Aðalskipulag mótar framtíð hins manngerða umhverfis og aðalskipulag síðustu ára hafa haft það að meginmarkmiði að tryggja viðvarandi vöxt borgarinnar með því að bjóða upp á nóg framboð lóða fyrir íbúa og atvinnuhúsnæði. Áherslan hefur verið á þann þátt skipulagsins sem lýtur að landnotkun og leiðin til að tryggja stöðugan vöxt var að skipuleggja stöðugt ný úthverfi. Veruleiki sem blasir því við í dag borg þar sem byggðin mjög dreifð, land illa nýtt og mikið álag á umferðarmannvirki. Það aðalskipulag sem nú til umræðu í eðli sínu gjörólíkt fyrir skipulögum. Að sjálfsögðu skilgreinir það áfram landnotkun en það boðar hins vegar algjöran viðsnúning að því leyti að fallið frá öllum hugmyndum byggingu nýrra úthverfa og þess í stað lögð áhersla á þéttingu byggðar innan núverandi borgarmarka. Þéttari byggð býður upp á marga kosti þegar litið til framtíðar. Með því að skapa heildstæðari og þéttari borgarmynd nýtum við betur okkar sameiginlegu fjárfestingar. Þar eru meðal annars í lögnum, götum, skólum og sundlaugum. Þéttari borg dregur úr vegalengdum, minnkar samgöngukostnað og minnkar mengun. Í skipulaginu lögð áhersla á uppbyggingu miðlægra svæða innan núverandi byggðar. Markmiðið að skapa þétta borgarbyggð þar sem atvinnustarfsemi og íbúðabyggð fléttast saman og stuðla þannig að meiri nálægð heimila og vinnustaða. Íbúum verður fjölgað þar sem mikið störf og störfum fjölgað í íbúðahverfum. Meiri dreifing starfa og íbúa dregur úr vegalengdum og jafnar líka umferð á stofnbrautum. Það ekki hægt að horfa á byggðaþróun án þess að tengja það við samgöngur en efling almenningssamgangna, göngu og hjólreiða fá meiri sess í borginni ásamt stefnu bílastæði. Uppbygging miðsvæðis meðal annars heppileg vegna þess að auðvelt að þjóna henni með almenningssamgöngum. Þrátt fyrir að blikur séu enn á lofti í efnahagsmálum gert ráð fyrir að til lengri tíma haldi Reykjavík áfram að vaxa og dafna á svipuðum hraða á undanfarin 20 ár. Íslendingum ennþá að fjölga og í Reykjavík gert ráð fyrir að fjölgun íbúa til 2030 verði 25.000 manns og sem munu þurfa 14.500 nýjar íbúðir sem kallar aftur á 15.000 ný störf. Það mikilvægt að borgin geti boðið upp á fjölbreytilegt húsnæði fyrir alla, bæði í þéttri borgarbyggð og í hefðbundnari úthverfum. Eina sérstöðu Reykjavíkur sambandi við náttúruna og mikilvægt að tengja íbúðabyggðina vel við fjölbreytt útivistarsvæði. Allir eiga að hafa gott aðgengi á náttúrunni. Reykjavík á að vera græn borg. Það fer allt of mikið land undir umferðarmannvirki, bílastæði og hafnarsvæði.
38% borgarinnar eru malbikuð sem eru 165 fermetrar á hvern borgarbúa. Tryggja þarf að ákveðið hlutfall gróðursvæða verði innan hvers götureits og á hverju þéttingarsvæði. Hér eru boðuð straumhvörf frá eldri aðalskipulagstillögum Reykjavíkur á fleiri vegu og spurt veigamikilla spurninga. Hvernig ætlum við að móta yfirbragð eldri og nýrri byggðar? Hvernig tryggjum við umhverfisgæði? Hvernig viljum við hafa hverfin í borginni? Hvaða svæði á að vernda? Hvernig breytum við ferðamátum? Hvernig náum við til borgarinnar nýjum íbúum og nýjum fyrirtækjum? Í stuttu máli, hvernig gerum við Reykjavík að frábærri borg? Lagðar eru til grundvallar þessum markmiðum vandaðar greinargerðir sem útskýra í texta með skýringarmyndum og töflum ástæður hinnar nýju stefnu og hvaða leið skal vera farin til að ná árangri. Þetta er nýmæli í framsetningu aðalskipulags og mun verða mikilvægt til þess að kynna þessa mikilvægu stefnumótun fyrir íbúum borgarinnar og ekki síður til þess að viðhalda þeirri stefnu sem felst í þessu aðalskipulagi. Aðalskipulagsgögnin eru sett fram í 2 meginhlutum. Annars vegar eru lögð fram 4 meginmarkmið skipulagsins í texta og skýringarmyndum og hins vegar eru sett fram landnotkunarkort fyrir hvern borgarhluta sem kallast rammahlutar aðalskipulags Reykjavíkur. Aðalskipulagsbókin er í handriti 300 blaðsíður og fyrstu 200 fjalla hina 4 leiðarvísa, en þeir eru borgin við sundin, skapandi borg, græna borgin og borg fyrir fólk. Undirkaflar í hverjum flokki skilgreina síðan enn frekar áherslur og einstaka málaflokka. Ég ætla að fara lauslega yfir leiðarvísana í fyrri hluta aðalskipulagsbókarinnar. Sá fyrsti er borgin við sundin og felur í sér stefnumörkun sem leggur áherslu á vöxt borgarinnar til vesturs, á þétta, fjölbreytta og blandaða byggð á nesinu og við sundin. Reykjavík skal vera heilsteypt borg með lifandi höfn og fjölbreyttum búsetukostum. Undirflokkar við borgina við sundin eru 3. Sá fyrsti er þróun Reykjavíkur til ársins 2030. Það sem leitast við að svara spurningunni hvað Reykjavík mun vaxa hratt og hvers vegna stefna beri framtíðarbyggð borgarinnar í auknum mæli á nesið. Sýndi fram á að það felst mikil hagkvæmni í að nýta sem best fjárfestingar borgarinnar í grunnþjónustukerfum, svo sem veitukerfum, götum og skólastofnunum. Það er því umhverfisvæn skipulagsstefna að byggja fremur á miðlægum svæðum en í útjaðri byggðar. Því fylgja einnig margir kostir, aðrir, svo sem breyttar ferðavenjur, styttri vegalengdir og betri landnýting. Í þessum kafla er einnig farið yfir umhverfismat á 4 ólíkum skipulagskostum til ársins 2050 sem miðar við mismunandi mikla þéttingu og ólíkar áherslur í byggðarmynstri. Umhverfismatið sýnir fram á að þeir kostir sem gera ráð fyrir þéttri og blandari byggð eru bæði hagkvæmari og umhverfisvænni en þeir sem leggja áherslu á hefðbundin úthverfi og aðskilnað íbúðasvæða og atvinnusvæða. Annar undirkafli er þétting byggðar og forgangsröðun og fer yfir möguleg byggingasvæði innan núverandi þéttbýlismarka. Þau eru flokkuð með tilliti til þess hvort þau eru þegar röskuð, annaðhvort vannýttar lóðir innan byggðar eða úr sig gengin iðnaðar- og atvinnusvæði. Opin svæði sem eru skoðuð eru að mestu vannýtt svæði innan byggðar sem ekki hafa sérstakt útivistargildi en eru í einhverjum tilvikum græn, þó aldrei útivistarsvæði. Við mat á þróunarsvæðum innan byggðar er tekið tillit til eftirfarandi: staðsetningar, gerð svæða, samfélagsþætti, hagkvæmni, yfirbragð byggðar og að lokum skipulagslega stöðu og eignarhald. Í kaflanum er sett fram skýr stefna sem til að ná fram gæðum byggðar, jafnframt þéttingu. Þetta er sérstaklega mikilvægt því sagan kennir okkur að það er ekki sama hvernig staðið er að þéttingu byggðar og ekki endilega víst að vel heppnist. Síðasti kaflinn undir þessum leiðarvísi er blönduð byggð við sundin. Þar er farið yfir lykilþróunarsvæðin 3 á þessu aðalskipulagstímabili sem eru í fyrsta lagi miðborgin og Gamla höfnin, í öðru lagi Elliðavogur, Vogur, Súðavogur og í þriðja lagi Vatnsmýrin með jaðarsvæðum. Þar er einnig lýst möguleikum sem felast í uppbyggingu byggðar við fyrirhugaðan þróunarás sem liggur frá Örfirsey upp í Keldur
og að lokum er farið yfir áfangaskiptingu uppbyggingar á skipulagstímabilinu. Þar eru helstu þættir nálægt við miðborg, tengsl við almenningssamgöngur og þau svæði sem þegar eru komin af stað í framkvæmdir eins og Úlfarsárdalur lögð til grundvallar. Skapandi borg er annar stefnumörkunarkaflinn og snýst eflingu og sérhæfingu atvinnusvæða og hvernig á að búa til skilyrði sem styðja við kraftmikla atvinnuuppbyggingu og nýsköpun í Reykjavík á komandi áratugum. Stefnt skal að fjölbreyttari borg, frjálslyndri, hagkvæmri, framsækinni og skemmtilegri. Í undirkaflanum kraftmikið atvinnulíf eru sett fram markmið til að tryggja að fjölbreyttu atvinnulífi sé tryggt nægt rými í borgarlandinu. Hvort sem það er á sviði sjávarútvegs, iðnaðar, flutninga, verslunar, þjónustu, viðskipta, stjórnsýslu, hátækni, rannsókna, þekkingar, ferðamennsku, menningar eða afþreyingar. Í kafla öflug atvinnusvæði eru sett fram markmið og viðmið sem stuðla að uppbyggingu atvinnusvæða nálægt íbúðabyggð til að draga úr vegalengdum milli heimila og vinnustaða. Af sömu ástæðu skal leitast við að jafna sem mest dreifingu starfa og uppbyggingu atvinnukjarna í borginni. Núverandi atvinnukjarnar skulu styrktir með auknu byggingamagni og skapaðu grundvöllur fyrir aukna sérhæfingu þeirra. Í kafla miðsvæði og blönduð atvinnusvæði eru atvinnusvæðin frá miðborginni og eftir þróunararsnum kortlögð, brotin upp og sérhæfing þeirra skilgreind enn frekar. Þá eru einnig önnur miðsvæði og borgarhlutakjarnar listaðar upp og sýndir á yfirlitskorti. Eiginleikar og þróunarmöguleikar hvers svæðis eru tilgreindir í texta og sýndir á korti. Hafnarsvæði fá sérkafla. Hafnarsvæðin fá sérkafla í þessum málaflokki, enda er Reykjavíkurhöfn helsta höfn landsins. Lagt er til að núverandi hafnarsvæði við Ártúnshöfða verði tekið undir blandaða byggð og að fallið verði alfarið frá hugmyndum stórskipahöfn í Geldinganes. Gamla höfnin hefur verið til umfjöllunar á þessu ári og var unnið rammaskipulag þar sem lögð var áherslu á sérstöðu hennar og staðaranda samhliða því að skilgreina möguleika til uppbyggingar í samræmi við stefnu þéttingu byggðar. Áfram er gert ráð fyrir því að á vesturhafnarsvæðinu í gömlu höfninni muni sjávarútvegur og vinnsla sjávarafurða gegna lykilhlutverki. Sundahöfn er umfangsmesta höfn landsins og gert ráð fyrir að hún þróist áfram á næstu árum og áratugum sem megin inn- og útflutningshöfn Íslendinga. Síðasti kaflinn í skapandi borg er athafna- og iðnaðarsvæði. Gert er ráð fyrir athafnasvæðum fyrir léttan iðnað á Hálsum og á Höfðum, en landfrekari athafnastarfsemi á Hólmsheiði og Esjumelum. Iðnaðarsvæðin eru tilgreinda í Álfsnesi, við Saltvík og í Gufunesi. Þá er komið að þriðja leiðarvísinum í aðalskipulaginu sem er Græna borgin. Málaflokkur felur í sér stefnumörkun sem leggur áherslu á hagkvæma nýtingu lands og auðlinda, bætt umhverfisgæði og aukna lýðheilsu. Áhersla er einnig lögð á vistvænar samgöngur og verndun náttúru. Þar eru 5 undirkaflar. Sá fyrsti er skipulag vistvænna svæða, vistvænna hverfa. Þetta er nokkuð umfangsmikill kafli sem að segja má að sé leiðarvísir fyrir verðandi hverfisskipulag. Í kaflanum eru settir fram gátlistar til að meta hina ýmsu skipulagsþætti hverfisskipulags, svo sem visthæfi byggðar og skipulags, gæði byggðar, samgöngur, vistkerfi og minjar, orku, auðlindir og mannvirki og náttúruvá. Annar undirkafli Grænu borgarinnar nefnist umhverfi, náttúra og útivist. Þar er fjallað lífríki og náttúru Reykjavíkur í víðu samhengi og farið yfir öll helstu atriði er varða gróðurfar, ræktunarsvæði, dýralíf, jarðfræði, ár og vötn. Opin svæði utan þéttbýlis eru kortlögð og skilgreind en þau skiptast í 3 meginflokka: fjalllendi, græna trefilinn og landbúnaðarsvæði. Opnu svæði innan þéttbýlis eru öllu fleiri, eða strandsvæði, borgargarðar, hverfisgarðar, íþróttasvæði, hesthúsasvæði, gróðrarstöðvar, kirkjugarðar, leiksvæði, golfvellir, ár og vötn. Verndarsvæðin eru tilgreind svo sem vatnsvernd, friðlýsssvæði og staðir á náttúruminjaskrá. Einnig eru listaðir upp og merkt inn á kort mannvistarleifar og örnefni. Í þessum viðamikla kafla eru einnig sett fram stefnumótun einstök opin svæði þar sem helstu útivistarsvæðin innan byggðar, útivistarsvæði við strönd og útivistarsvæðin í jaðri byggðar eru kortlögð. Á
Að lokum sett fram stefna heildarskipulag opnunarsvæða með kortagrunnum og töflum með megin áherslum til 2030 og síðan hvað fyrir sér eftir skipulagstímabilið inn í framtíðina. Í kafla borgarskógrækt yfirlit yfir skóga Reykjavíkur og lýsing á skógarsvæðum. Lagðir eru fram gátlistar til að auka útivist í skógum, meta verðmæti og atvinnusköpun tengda skógrækt og til að auka umhverfisgæði og líffræðilega fjölbreytni skóga. Borgarbúskapur nýtt hugtak í skipulagsmálum, þó það sé ekki nýtt að matvæli séu framleidd innan borgarmarka Reykjavíkur, en það í samræmi við breyttar áherslur í nágrannalöndum okkar að hann fær sérkafla í aðalskipulagi Reykjavíkur. Þar auðvitað fjallað garðyrkju og ylrækt en einnig húsdýrahald eins og hænur og býflugur. Nýjung í borgarbúskap einnig samþætting garðyrkju og fiskeldis, sem nefnist á ensku aquafóning. Kostir og gallar eru vegnir og metnir og farið yfir samþykktir borgarinnar varðandi búfjárhald og götu- og torgsölu. Settir fram stefna varðandi borgarbúskap og leiðir til útfærslu og eftirfylgni. Fjallað veitur borgarinnar í 5. kafla í Grænuborginni, en þær eru eins og fólk veit sameinaðar í Orkuveitu Reykjavíkur. Rafveita, hitaveita og vatnsveita eru útskýrð og farið yfir helstu atriði sem þarf að huga að skipulagslega til framtíðar. Vatnsvernd svæða vegur sjálfsögðu þungt þar sem þarf á við. Lokakaflinn í flokknum Grænuborgina efnismikil kafli vistvænar samgöngur. Það eitt af allra mikilvægustu verkefnum næsta áratuga að breyta ferðavenjum á höfuðborgarsvæðinu og Reykjavík á að sjálfsögðu að vera leiðandi í þeirri þróun. Hvernig hægt að draga úr neikvæðum áhrifum bílaumferðar á umhverfið? Það flókið mál og gerist ekki nema fjölmargir þættir komið saman. Það mikilvægast að efla vistvænar samgöngur, gangandi umferð, hjólreiðar og almenningssamgöngur. Hér velt upp mörgum hliðum þessara mála. Hvað þarf að gera og hvað hægt að gera. Fjallað gatnaskipulagið, umferðarflæði og helstu breytingar sem gera þarf að umferðarmannvirkjum borgarinnar. Þetta fróðlegur kafli og sérstaklega mikilvægur fyrir umræðu næstu ára þetta þjóðþrifamál. Síðasta leiðarljósið í aðalskipulaginu borg fyrir fólk. Þar tekin saman stefnumótun varðar lífsgæði borgarbúa og gæði í hinu manngerða umhverfi borgarinnar. Þar einnig markmið sem setja manneskjuna í öndvegi og forgangsraða í hennar þágu. Undir þennan málaflokk falla margir undirflokkar sem gætu verið sundurleitir í fyrstu en miða þó allir að því sama að tryggja gæði borgarumhverfisins. Fyrsti undirkaflinn þessum flokki miðborgin og hér sett fram ný nálgun á að skilgreina miðborgarstarfsemi í Reykjavík. Hér gengið út frá því að miðborgin sé sameiginlegur vettvangur fólks með ólíkar væntingar og viðmið. Gæði miðborgarinnar felast í því að ólíkir þræðir fléttast saman og verða þó að geta verið aðskildir. Þessi þræðir sem búa til hennar fjölbreyttu miðborg eru miðborg stjórnsýslu, menningar miðborgin, hafnar miðborgin, hverfis miðborgin, verslunar miðborgin, ferðamanna miðborgin, veitinga miðborgin og ekki síst mannlífs miðborgin. Settir fram stefna fyrir alla þessa flokka með aðgerðaráætlun til að styrkja hvern þátt á þess að hann gangi á annan. Næsti kafli gæði byggðar. Þar eru sett fram markmið fyrir gæðastefnu á sviði manngerðs umhverfis sem mun verða hvatning til aukinna gæða í umhverfi okkar. Þar má finna markmið fyrir manngerð umhverfi með sjálfbærni að leiðarljósi og virðingu fyrir fólki og náttúru. Einnig markmið sett fyrir fræðslu og framfylgd á gæðastefnu ásamt því hvernig hægt að framfylgja henni með reynsluverkefnum. Borgarvernd nýr og mikilvægur kafli. Hér sett fram í aðalskipulagi skýr sýn á menningarsöguleg gildi ásamt varðveislu á byggingar og skipulagsstarfi fortíðar. Áhersla lögð á samhengi fortíðar og nútíðar og leitast við að vernda byggðarheildir og húsaraðir. Lagt til að innan hringbrautar verði hverfisvernd. Gatan sem borgarrými kafli sem horfir frá hefðbundinni skilgreiningu á götum sem umferðaræðum fyrir bíla fyrst og fremst. Þess í stað gatan skipulögð sem rými sem afmarkast af aðliggjandi byggð. Gatan gerð að umferðaræð fyrir alla ferðamáta en hún einnig borgarrými fyrir íbúa og fjölbreytt starfsemi. Gatnakerfi borgarinnar endurskilgreint með borgargötum þar sem húsið, gatan og opna rýmið myndar eina heild og aðalgötum sem bjóða upp á enn
fjölbreyttari landnotkun svo sem verslun og þjónustu. Smám saman þróast þær götur sem fá þessa skilgreiningu og fá fjölbreyttan notkun sem mun auðga mannlíf borgarinnar. Heildstæð stefna hæðir húsa verður framvegis hluti af aðalskipulagi Reykjavíkur á hverjum tíma. Stefnan tekur mið af sögu borgarinnar og yfirbragði núverandi byggðar. Hefðir, sjónásar og lykilkennileiti móta stefnuna. Þéttingarsvæði aðalskipulagsins eru kortlögð og sett fram tillögur af hæðum húsum í 4 flokkum. Mikilvæg viðmið eru að virða skal þá staðreynd að Reykjavík lágreist borg og innan verndarsvæðis miðborgar skulu ekki byggð hærri hús en 5 hæðir. Háhýsi og áberandi mannvirki sem rísa upp úr umhverfi sínu skulu styrkja borgarmyndina í heild sinni og ekki heimilur nema að ákveðnum kröfum og skilyrðum uppfylltum. Húsnæði fyrir alla kafli sem tekur mið af húsnæðisstefnu Reykjavíkur og leitast við að tryggja fjölbreytt framboð húsagerða og búsetukosta á hverjum stað og hverjum tíma. Breytt landslag á húsnæðismarkaði eftir efnahagshrunið árið 2008 gerir það að verkum að mikilvægt að fá góða og nýja yfirsýn yfir þessi mál. Bíla- og hjólastæðastefna sett fram til stuðnings öðrum mikilvægum áherslum í aðalskipulagi svo sem þéttari byggð og eflingu vistvænna samgöngumáta. Borgin skipt í 3 svæði og settar eru fram reglur bílastæði og hjólastæði í borginni. Stóra breytingin frá núverandi hugsun sú að miðsvæðis ekki lengur miðað við lágmarksfjölda stæða heldur hámarksfjölda. Síðasti undirkaflinn í Borg fyrir fólk Kaupmaðurinn á horninu. Markmiðið með þeirri stefnu að dagleg verslun og þjónusta verði í sem mestri nálægð við íbúana og sem flestum gert kleift að versla fótgangandi eða hjólandi innan síns hverfis. Þar með lýkur þessari yfirferð helstu leiðavísa aðalskipulags Reykjavíkur. Það var vissulega farið yfir þessi mikilvægu mál af hundavæði en mér finnst rétt að gefa yfirsýn yfir vinnuna svo allir áttu þessu á hversu víðfeðm hún og efnismikil. Seinni kafli aðalskipulagsbókarinnar kortagrunnur sem sýnir rammahluta aðalskipulagsins fyrir hvern borgarhluta. Ég ætla ekki að fjalla þann hlut sérstaklega hér, en það meiningin að fjalla endurskoðun aðalskipulags Reykjavíkur á fleiri fundum í borgarstjórn. Ég hef hér fjallað almennt skipulagið og stiklað á stóru. Eins og áður segir var þessi skipulagsvinna byrjuð löngu fyrir síðustu kosningar og í stýrihópum aðalskipulag hefur setið fólk úr öllum flokkum. Síðustu misseri vinnunar var stýrihópurinn sameinaður skipulagsráði og var þá 10 manna, sumir búnir að vera frá tíð síðasta meirihluta. Þegar kom að því að afgreiða einstaka málaflokka aðalskipulagsins til kynningar var vinnan tekin inn í skipulagsráð sem var þá orðið gjörkunnugt forsendum aðalskipulagsins. Ég held að ég megi segja að full sátt ríki allar megin áherslur aðalskipulagsins þó að skipta skoðanir getur verið einstakar útfærslur. Hópurinn vann alltaf vel saman og allir þar höfðu metnað fyrir hönd borgarinnar að gera hana betri. Ég verð að segja að þessi aðalskipulagsvinna hefur verið eitt það skemmtilegasta og fróðlegasta sem ég hef tekist á við í minni tíð hér fyrir hönd borgarinnar. Þetta skipulag hefur unnið í góðu samræði við borgarbúa. Eins og ég sagði áður, voru samráðsfundir veturinn 2009 með íbúum á hverfafundum. Það samtal var mikilvægt innlegg í þróun skipulagsvinnunnar og síðastliðið vor var farið í að kynna skipulagið aftur áður en endanlega gengið frá því. Aftur var opinn fundur í Ráðhúsinu þar sem megin markmið aðalskipulagsins voru kynnt og síðan var sérstök kynning í öllum hverfum borgarinnar. Kynningi var undir slagorðinu Borg fyrir fólk og var haldin í hinum ýmsu byggingu borgarinnar, skólum og menningarhúsum. Skipulagsvinnan var langt komin en enn var tækifæri til að hafa áhrif á loka útfærslu og benda á það sem betur mætti fara. Þetta voru fjölskylduvænir fundir og flestir vel sóttir. Það var áhugavert að upplifa ólíkan anda í hverfum borgarinnar og lærdómsríkt að kynnast þeim Reykvíkingum sem láta sig málið varða og gefa tíma sinn til að tala við okkur hérna sem vinnum í borginni. Sú kynning var síðasta opna samráðsferlið sem aðalskipulagið fór í, en samtali við íbúa og borgarbúa
vegna skipulagsmála menn auðvitað halda áfram eftir auglýsingaferli og opin kynning. Áhersla núna lögð á að ljúka endurskoðun aðalskipulags Reykjavíkur og gefa það út í prentuðu formi með kortum og skýringartexta. Á grundvelli ákvæða nýrra skipulagslaga hefur í kjölfarið verið ákveðið að vinna hverfaskipulag í grónum hverfum borgarinnar. Lögð verður áhersla á þau lykilmarkmið birtast í rammahluta aðalskipulagsins og skal vinnan byggjast á stefnumótun skipulagsins sjálfbær hverfi og samvinnu við íbúa. Áætlað er að vinnan muni taka einhvern tíma en stefnt að því að fyrir árslok 2014 séu fyrir hendi hverfiskipulagsáætlanir af flestum hverfum borgarinnar. Með hverfiskipulagi mun nást fram heildarsýn yfir öll íbúðahverfi borgarinnar með það að markmiðið að styrkja innviði samfélagsins. Hverfiskipulagi mun fela í sér stefnubreytingu í gerð skipulags í gróinni byggð þar sem gerðar eru skipulagsáætlun fyrir hverfin í heild í staðinn fyrir að deiliskipuleggja einstaka götureiti. Og aðalskipulagið sem við núna fjallum forsenda þess að hægt sé að vinna þá vinnu með þeim metnaði sem upp var lagt. Eitt af markmiðum þessa nýja skipulagsstigs að skilgreina sérstöðu hverfa og framtíðarsýn þróun þeirra. Betra samhengi verður við aðalskipulag og mun það hjálpa til við að ná yfirliggjandi markmiðum umhverfisvæna borg þar sem lífsgæðin eru í fyrirrúmi. Margir starfsmenn skipulagsstigs hafa komið að þessari vinnu og ýmsir sérfræðingar hafa verið fengnir til að skrifa og vinna einstaka kafla í skipulaginu. Hitinn og þunginn af þessu verkefni hefur þó verið á herðum Haraldar Sigurðssonar skipulagsfræðings, Björns Axelssonar skipulagsfulltrúa og Ágústu Sveinbjörnsdóttur arkitekts. Ég vil sérstaklega þakka þeim fyrir að gera þessa vinnu skemmtilega. Leið og ég þakka Ólöfu Örvarsdóttur sviðsstjóra umhverfis- og skipulagssviðs og hennar góða starfsfólki öllu fyrir faglegu og metnaðarfull vinnubrögð. Það ekki óeðlilegt að skipulagsverkefni þessari stærðargráðu taki langan tíma og mikilvægt að vanda vel alla þá vinnu sem liggur að baki endanlegri ákvarðanatöku. Svo mikla og góða umræða sem hefur verið í stýrihópi aðalskipulag hefur bætt það mikið. Líflegar og hreinskiptar umræður í þessum hóp voru gefandi inn í þessa vinnu og þetta tímamóta aðalskipulag ber þess merki. Í stýrihópnum voru auk þess sem hér talar Júlíus Vífill Ingvarsson, Gísli Marteinn Baldursson, Jórunn Ósk Frímannsdóttir, Torfi Hjartarson, Kristín Soffía Jónsdóttir, Hjálmar Sveinsson, Sverrir Bollarsson, Hólmfríður Jónsdóttir og Elsa Jómenn. Að ógleymdist Sólíu Tómasdóttir sem sat þar framan af þessu kjörtímabili. Ég vil þakka þessum stóra stýrihóp sem hefur unnið að endurgerð aðalskipulags Reykjavíkur frá 2010 til 2030 sem, þrátt fyrir deildar meiningar einhverju atriði, náði skýrri sýn á alla megindrætti. Það hafa fjölmargir aðrir setið í stýrihópum aðalskipulags af fyrri stigum og ég vil þakka öllum þeim sem hafa lagt hönd á plóg við að stýra þessu stóra máli í höfn. Það eingöngu hálfur sigur að setja fram og að lokum vonandi samþykkja þetta nýja og góða aðalskipulag. Við þekkjum það af sögunni að oft hafa vindar blásið skipulagsmál borgarinnar og ákvarðanir ekki alltaf verið teknar í yfirvegaðan hátt. Skipulagsmál mega ekki verða bitbeini í höndum stjórnmálamanna. Það ekki hægt að byggja upp góða borg í óvissu þær grunnforsendur sem birtast í aðalskipulagi. Skipulagsmál eru eðlisólík flestum öðrum borgarmálum að því leyti að þau ná yfir lengri tíma og rangar ákvarðanir eru oftast óafturkræfar. Ég ætla að ljúka máli mínu hér. Ég hef farið yfir þær megin áherslur í nýju aðalskipulagi. En það áætlun að halda áfram að ræða einstaka hluta skipulags næstu fundum borgarstjórnar. Ég fagna allri umræðu þetta mikilvæga mál og mun glaður útskýra það sem ég get. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Páll Hjaltason lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það gagnlegt að setjast núna aðeins niður og fara yfir aðalskipulagið áður en það fer í endanlega meðferð hagsmunaaðila og borgarbúa og kemur til nánari umfjöllunar og ber bara að fagna
því ég vil taka undir það sem að formaðurinn var að segja hér rétt áðan, Páll Hjaltason borgarfulltrúi, að þessi vinna innan skipulagssviðs að aðalskipulagi Reykjavíkur fram til ársins 2030 hefur verið sérstaklega skemmtileg og gefandi. Hún hefur verið opin og hún hefur haft ákveðna samfellu sem að þetta ber að þakka líka fyrir. Hún hefur verið unnin á þessu kjörtímabili með svipuðum hætti og hún var unnin á síðasta kjörtímabili og það er kannski helst því að þakka, þó ég ger ekki lítið úr neinu með því að starfsmenn skipulagssviðs og núna þá umhverfis- og skipulagssviðs hafa svona leitt okkur inn á þetta svið og leyft okkur stjórnmálamönnum að taka virkan þátt í því að móta aðalskipulag og það hefur ekki alltaf verið þannig sem unnin hefur verið þegar gert hefur verið aðalskipulag fyrir Reykjavík. Þannig það hefur verið talið svona meira faglegt frekar en pólitískt, en í sjálfu sér aðalskipulag Reykjavíkur eitthvað pólitískasta plagg sem við erum að fjalla hér í borgarstjórn. Þannig að þrátt fyrir orð borgarfulltrúans hér áðan það að það veri gott ef allir gætu náð að vera sammála þetta, þá það kannski ekki alveg sérstaklega líklegt með tilliti þess að við erum að fjalla málefni sem að snúa raunverulega bara öllum borgarrekstrinum, öllum þætti borgarinnar. Þetta snýst ekki nefnilega bara það hvort að menn geti keyrt á 30 km hraða eða 50 km hraða eða hvort að húsin eigi að vera 4 hæða eða 6 hæða. Þetta snýst raunverulega það hvaða aðstöðu við ætlum að skapa börnum í skólum og leikskólum og hvernig hverfisanda við ætlum að gera, hvernig við ætlum að stýra samgöngum inn í framtíðina og svo framvegis. Þetta eru gríðarlega stór málefni. Það er ágætt svona, af því að ég var nú bara að gera það rétt áður komandi inn, það er ágætt svona til upprifjunar aðeins að flétta líka í aðalskipulag Reykjavíkur frá 2001-2024 sem er gildandi aðalskipulag og fara eins yfir greinagerðina vegna þess að í raun og veru þá á mörgum sviðum erum við ekki alveg beint að finna upp hjólið. Það skipulag, aðalskipulag er að mörgu leyti ágætt. En kannski það sem að segja manni helst þegar maður horfir svona yfir veginn og horfir á þetta það. Aðalskipulag á ekki að vera of nákvæmt. Aðalskipulag á að horfa yfir sviðið, þá að gefa svigrúm til þess að stýra uppbyggingu og útfæra nánar það sem sagt og gert lagt fram í aðalskipulagi. Til dæmis áfangaskipting eins og við höfum verið að gera núna í þessu tilfelli við gerð þessa aðalskipulags og við höfum verið að fagna mikið og fara mjög nákvæmlega ofan í það hvernig við ætlum að sjá ákveðnar uppbyggingarsvæði koma í notkun og ákveðnum árafjölda og það í sjálfum sér, ef við svona aðeins veltum þessu betur fyrir okkur, ekki endilega gott fyrir aðalskipulag. Það hins vegar eitthvað sem að auðvitað við tökumst á við hér og við afgreiðum í þá deiliskipulagi eða hverfisskipulagi og útfærum nánar og síst af öllu aðalskipulag Reykjavíkur einhvers konar framkvæmda áætlun þar sem að við ætlum að fara að gera eitthvað einhver ákveðnu ári. Auðvitað gerði aðalskipulag Reykjavíkur þetta ákveðnu leyti og ef við horfum á þær skrár sem að þær eru setta fram þá sjáum við þær ákveðin viðmið sem að sett eru fram varðandi uppbyggingu svæða, en það eru bara viðmið. Og það kannski ekki alveg svona, þegar maður fer að hugsa þetta svolítið betur, ekki kannski alveg það sniðugasta sem við gerum, að byrja því að setja fram nákvæmlega íbúafjölda, starfafjölda, íbúafjölgun, þörf fyrir íbúð til ársins 2030, yngri og eldri og atvinnuhúsnæði og annað slíkt. Allt skiptir þetta gríðarlega miklu máli og undirstaðan að þessari vinnu, en slíkir spádómar eiga að vera það rúmir í raun og veru að þeir kalli ekki á það að við förum að velta mikið fyrir okkur til eða frá. Ég hef algjörlega dottið í þann pott annars lagi að fara að velta fyrir mig hvort að það sé nú alveg rétt við séum að okkur sé að fjölga 0,87% vegna þess að undanförnum árum hefur við verið að fækka svona bil helmingin af því. Og þetta eru svona hluti sem kannski skiptir ekki öllu máli. Við höfum bara að hugsa frekar rúmt og hugsa náttúrulega frekar stórt og hugsa vel fram á veginn. Og ef við horfum á aðalskipulag eins og í gildi núna, þá sjáum við það að ef við lítum á það sem einhvers konar framkvæmda áætlun, einhvers konar skyldu okkar að fara út í því, þá væri við að fara út í landfyllingar í Ánanaustum við Eiðistorg. Engum dettur í hug að gera það. Þó gert ráð fyrir 700 íbúðum á þessu svæði og framhaldsskóla. En það hugmynd sem bara virkaði alveg prýðilega á okkur þegar við vorum að fara yfir þetta árið 2001 ég alveg vissum. En síðan þegar við förum að hugsa það betur þá sjáum við þetta einhvern veginn ekki alveg að virka. Og það sama sem á við landfyllingar við Gufunes
í Grafarvoginum, að þær eru mjög stórkallalegar og miklar og það er engu dottið í hug að fara að drífa í því. Þannig að það eru svona ákveðnar hugmyndir, uppbygging í Geldinganesi til dæmis er hluti af aðalskipulagi Reykjavíkur til 2024 og við erum ekki að fara að gera það heldur. Svo það eru svona ákveðnir þættir í uppbyggingu sem að við viljum endurskoða og það er þannig sem ég vissi við að horfa á aðalskipulag. Auðvitað hefur lagaumhverfið breyst og við verðum að fara betur og nánar ofan í alla hluti, en það snýr kannski fyrst og fremst að samráði og því ferli sem að aðalskipulagi þarf að fara og sem það fer náttúrulega hér mjög fljótlega, bara innan fárra vikna og þess vegna ætla ég svona þessum fáu orðum mínum ekki að fara út í einhverja nákvæmni. Mér varst Páll Hjaltason borgarfulltrúi að fara bara mjög vel yfir skipulagið og nefna þessa kafla sem að voru líka til umfjöllunar á síðasta kjörtímabili, svo ég segi það, þannig ég er algjörlega sammála því að setja þetta upp með þessum hætti og ég ætla náttúrulega að bíða með bókanir og annað slíkt og kannski þá tillögur það hvernig maður sér þetta betur fyrir sér. Þetta er auðvitað að þetta kemur fyrir í skipulagsráði, borgarráði og síðan hér í borgarstjórn. En það er gagnlegt fyrir okkur að fá þetta hér borgarfulltrúar til umræðu svo að við getum fylgst með þessu og hlustað á svona nákvæmari skýringu á þessu. Borgarfulltrúan fór hér yfir það sem er auðvitað svona grundvallar atriði og breytir raunverulega mjög mikið og miklu í þessari vinnu að það er stemt að því að þétting byggða verði 90% og þetta hljómar kannski afskaplega einfaldlega en þetta er ekkert einfalt vegna þess að þetta er ákveðið hugtak sem búið að vera í notkun í mjög mörg ár og þetta þétting byggðar hefur verið viðvarandi þróun hér í Reykjavík eiginlega bara frá því að Reykjavík byrjaði eða frá því að hér myndaðist einhver bær. Og ég ætla nú ekki að fara yfir það, við höfum oft gert það áður hér svona velt upp ákveðnum svæðum og bara húsum sem að hafa verið sett upp undir merkjum þéttingar byggðar og við höfum eiginlega fagnað því að stærstu áform manna þéttingu byggðar náðu ekki fram að ganga og þess vegna er Reykjavíkurborg eins og hún er en ekki einhvers konar módernískir kubbar hér út allt sem að eru hálfpartinn sögulausir en myndu eflaust hafa þótt fínir og flottir á þeim tíma sem þeir hefðu risið með við þær áætlanir sem fram hefur verið lagðar miðja síðustu öld eða upp úr miðri síðustu öld. Látum það liggja milli hluta en það er svona kannski dæmi þetta að við eigum að gefa ákveðið frelsi. Ekkert okkar hér verður og öllu sitjum hér í þessari borgarstjórn út þetta aðalskipulags tímabil vegna þess að þannig er það nú bara og okkur er ekki ætlað að dvelja hér ævilangt. Og þess vegna er sjálfsagt að við gefum ákveðið frelsi og þó má líka segja að miðað við þær miklu breytingar sem orðið hafa í okkar samfélagi að þá sé eðlilegt að aðalskipulag sé endurskoðað oftar en það var gert fram til þessa. Það er bara einfaldlega svo að núna eftir allt það sem að yfir okkur hefur dunið frá hausti 2008 og svo uppbygging sem að við erum öll að leita eftir að standa að hún kallar á auðvitað endurskoðun flestra hluta sem að snúa líka að skipulagsmálum. Og ég vil þó segja það og get þó sett fram einhverja gagnrýni hér á þess að vera eitthvað með mikinn hávaða að mér finnst vanta inn í grunnmat að þróun byggðar á þessu skipulagstímabili að tekið sér tillit til þeirra aðstæðna sem við búum við bara hreint og beint hér í dag. Það er að segja að hér er byggingamarkaðurinn algjörlega í lamasessi. Hér er talsvert af húsnæði sem að bíður þess að fólk bara flytji inn eða hálfbyggt húsnæði sem að þarf að fara að vinda sér að klára. Og það sama við ákveðin svæði sem þegar hafa verið deiliskipulögð að það er full ástæða til þess að meta það hversu stór hluti af okkar spám uppbyggingu á næstu árum er kannski bara liggur þarna ónotaður og ónýttur og það á örugglega við öll önnur sveitarfélög hér á höfuðborgarsvæðinu og kannski hlutfallslega miklu meira við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu heldur en Reykjavík. Engu að síður að þá er mikilvægt að menn meti þetta og kannski ekki síst að menn reyni að setjast niður, menn og konur auðvitað, reyni að setjast niður með öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og meta þetta heildrænt.
Nú hefur svæðisskipulagsnefnd hist nokkrum sinnum og eitt af því fyrsta sem að framkom á fundi nefndara var það að það væri nauðsynlegt að taka saman þessar upplýsingar. Það tekur náttúrulega einhver tíma og það hefur ekki verið gert ennþá, en á sama tíma eru öll stærstu sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu og reyndar meiri hluti sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu að klára sína aðalskipulagsgerð. Án þess að hafa þessar upplýsingar og án þess að það sé nokkur samvinna milli sveitarfélaga um það hvernig uppbyggingu skuli háttað. Við erum sem sagt að opna fyrir það að við séum að fara út í mjög óheilbrigða samkeppni sem við höfum mjög slæma reynslu af þegar kemur að uppbyggingarsvæðum og við höfum satt að segja orðið verulega undir í allir slíkri samkeppni. Og þá kannski getur maður sagt það að sú stefna og sú þróun sem við höfum verið að horfa á undanförnum árum, hún sýnir okkur það, bara ef við flettum upp í Hagstofunni og tökum nokkra tikka þar, þá sjáum við það að fjölgun íbúa hér í Reykjavík á undanförnum 10 árum hefur bara verið 5,6%. En fjölgun íbúa í öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu hefur verið 37%. Þannig að ef við teljum þetta til einhvers konar keppni það að fá til okkar íbúa, og það er þó önnur umræða sem við getum bara tekið, að þá minnstakosti getum við sagt að við höfum orðið algjörlega undir þeirri keppni. Og þó er það nú svo að önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu þau farin að slaga hátt upp í það að vera jafn stór sameiginlega og Reykjavíkurborg með þeim mikla fjölda sem að þangað hefur flutt á undanförnum árum. Auðvitað liggur þetta í þeirri stefnu sem að tekin var upp að við hér þegar að R-listinn tók við í Reykjavík að fjölga raunverulega ekki íbúum nema mjög takmörkuðu leyti og lagði skýrslur hér fyrir borgarstjórn þar sem að þar sem komist var þessari niðurstöðu að það væri ekki fjárhagslega hagkvæmt fyrir Reykjavíkurborg að brjóta land fyrir ný hverfi borgarinnar og þetta er þá sem sagt sú niðurstaða. En þetta leiðir auðvitað jafnframt til þess, til dæmis, að meðalaldur í Reykjavík er heldur hærri heldur en til dæmis í Kópavogi. Og ég hef nú ekkert farið að garfa ofan í það, en það er samt sem áður áhugavert fyrir okkur sem erum að horfa fram á veginn að velta upp þessum hugmyndum. Og því við erum að tala svona þéttingu byggðar og byggðaþróun og það er stundum vísað í það og ég held að það hafi nú verið vísað í það einhvers staðar hér í þessum gögnum sem að okkur voru send að það sé verið að fara úr þéttingu byggðar upp á 50% í þéttingu byggðar upp á 90%. Það var nú svona fyrst að geta þess að það stendur hvergi í greinargerð með aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024 að þétting byggðar skulu vera 50%. Og ég held að enginn hafi bara reiknað út hversu þétting byggðar á þessu tímabili hefur verið mikil frá því að þetta aðalskipulag tók gildi. Stefnumörkunin í því aðalskipulagi er einmitt þétting byggðar og mjög mikið lagt upp úr því að menn fylgjast með textanum og skoða það talnaefni sem að fylgir því aðalskipulagi. Hún er eflaust ekki 90%, en hún er hins vegar gríðarlega mikil og ég bendi bara borgarfulltrúum á að skoða það. En það sem að ruglar kannski menn í rýminu er það að þétting byggðar er skilgreind með öðrum hætti í greinargerðinni heldur hún er gerð í þessu aðalskipulagi sem við erum að fjalla núna. Og það er til dæmis fjallað í gildandi aðalskipulagi ný svæði og þar inn er Norðlingaholt og Keldur og Ánanaust og Úlfarsdal og síðan kemur endurskipulagssvæði sem eru Vatnsmýrin til dæmis sem við myndum þá kalla þéttingu byggðar, Elliðavogur og Gufunnes sem hvort ekki myndi vera kallað þétting byggðar í okkar gögnum og síðan kemur þéttingarsvæði ýmsir staðir. Þannig að þetta er ekki sambærilegar tölur. Engu að síður þá er vel sammála því að og þetta er svona kannski bara svona potato, en ég vil bara benda á þetta að menn berji sér ekki að brjósti og telja að þeir hafi fundið upp hjólið með einhverjum hætti að segja 90% þéttingu byggðar, því að þetta er nú ýmislegt hér sem að bendi til þess að þétting byggðar hafi ekki verið kannski á sömu svæðum, minn en stemt er að akkurat núna. Á síðasta kjörtímabili þá í vinnslunni að þessu aðalskipulagi sem að við erum að tala um hér, það er að segja sem að er til umræðu, að þá var verið að vinna með þéttingu byggðar upp á 80%.
Þannig að það er nú svona stigsmunur en ekki fjár á því og kannski að þessu leyti getum við sagt að menn getur nú verið sum atriði nokkuð vel sammála. Þó kannski nefni ég hér að því að stór hluti af aðalskipulaginu fjallar jafnframt samgöngur og það erum við jafnframt sammála og það er líka samhljómur í því á milli þess aðalskipulags sem nú er í gildi að auðvitað viljum við efla almenningssamgöngur, efla vistvænar samgöngur og við viljum auðvitað hvetja fólk til að ganga sem mest og hreyfa sig og hjóla þegar tíð verður við komin. Og það er auðvitað stefna sem allir flokkar hér í borgarstjórn hafa stemt að og stutt yggilega og ég skal nú ekki þreytast á því að sjálfstæðismenn byrjuðu hér á göngustígum 1986 þegar sum ykkar voru ekki fædd. Svoleiðis að engu að síður að þá auðvitað verðum við að hafa hugfast að það er mikilvægt að umferðin eigi greiða leið borgina og það er ekki bara hagsmunir borgarbúa heldur hagsmunir atvinnulífsins og það er líka mikilvægt bara hreinlega að umferðin standi ekki öll kjur, bílarnir standi ekki allir kjurir við næstu rauðu ljós og mengi sitt nánasta umhverfi miklu frekar en myndi gera ekki framhjá. Mig langar aðeins að segja bara eitt. Umferðarþyngstu gatnamót Reykjavíkurborgar eru, og nú hugsa sumir ég Kringlumýrarbraut og Miklubraut, en umferðarþyngstu gatnamót Reykjavíkurborgar eru Miklubraut og Sæbraut. Og Miklubraut og Skeiðavogur og ýmis önnur gatnamót sem við erum ekkert að hugsa út í vegna þess að þau eru mislæg gatnamót. Þar verða engin slys, en mestu slys í umferðinni verða í ljósastýrðum gatnamótum á plani. Þar verða mestu og alvarlegustu umferðarslysin og þess vegna eru það hættulegustu gatnamótin. Og ef menn horfa á þá punkta sem að settir eru á kortið af borginni yfir dauðaslys og alvarleg slys, þá sjáum við það að þau eru öll sem er á svæðum. Hættulegustu gatnamótin eru gatnamóti eins og Grensásvegur og Miklubraut, Bústaðavegur, Reykjanesbraut, auðvitað Kringlumýrarbraut, Miklubraut og þess vegna vil ég bara gjalda varúð við því að menn hafi það á stefnu sinni að hvergi verði mislæg gatnamót hér í Reykjavík. Ég vil eitthvað spenda á það að borgarfulltrúinn Gísli Marteinn Baldursson kom hér með mjög góða tillögu að mislægum gatnamótum á mótum Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar sem unnið var í miklu samráði við þá borgarbúa sem að þar búa næst. Slíka tillögur á að skoða þetta miklu betur og eins og ég sagði áðan er aðalskipa Reykjavíkur ekki einhvers konar framkvæmdaplan eða einhvers konar skylda að standa við einhverjar dagsetningar en það sem menn gera með því að taka út mislæg gatnamót á stórum og þungum gatnamótum þar sem áður var gert ráð fyrir slíkum gatnamótum, þá erum menn að taka út helgunarsvæði og þá erum menn að útiloka jafnvel í framtíðinni að skoða verði nánar og að sett verði mislæg gatnamót á staði sem að þetta aðalskipulag gerir ekki ráð fyrir að verði mislæg gatnamót á. Þannig að þetta eru svona hlutir sem að mér finnst að menn verði að skoða betur og þó áhugi manna kunni liggja helst í því að hjóla borgina og ég bara fagna því og hjólaði bara sem allra mest, að þá verða jafnframt að hugsa hagsmuni borgarbúa og atvinnulífsins og þeirrar þess öryggis sem að felst í því að fara það sem að ekki þarf að stoppa á ljósagatnamótum í plani og þá menga með minna og þá eru hverfin jafnframt vistvænni. Þetta vildi ég svona bara segja núna á þessu stigi. Margt annað má auðvitað segja þetta prýðilega aðalskipulag sem að nú hefur verið sett fram. Ég hef auðvitað lýst þeirri skoðun minni að sú þróun sem menn að sjá fyrir sér í Vatnsmýrinni eigi að vera með öðrum hætti. Ég vil endurtaka það að mér finnst ekki að hvorki þar né annars staðar, eigi að vera að horfa á einhverja ákveðna dagsetningar, einhver ákveðin ár til flutnings. Komi til þess að innanlandsflug fari úr Vatnsmýrinni þá gerist það með eðlilegum hætti. Þá
gerist það bara þannig að það gerist það sjálfkrafa og þá geta menn farið og dembt sér í það að nýta sér þann undirbúning sem að þegar liggur fyrir varðandi uppbyggingu á Vatnsmýrinni. Þá vil ég að menn hugsi það mjög vel, af því að það meira en að segja það. Að í Vatnsmýrinni gert ráð fyrir uppbyggingu eða fyrir byggð sem álíka stór og Akureyri. Og svona vegna umræðunar sem að hér hefur verið Landspítalann og þeirra gagnrýni sem komið hefur bæði frá minnihlutanum hér í Reykjavík og frá borgarbúum varðandi skipulag fyrirhuguð uppbyggingu Landspítalans þar sem ekki horft til neinna breytinga á aðliggjandi götum. Og það sama á við uppbyggingu í Vatnsmýrinni, að ekki horft til neinna breytinga eða lagfæringar eða hagræðingar eða mótvægisaðgerða í aðliggjandi götum. Að þá held ég menn ættu svona aðeins að velta fyrir sér hvort að þeir ferðast til Akureyrar og þeir fara til Akureyrar núna í næsta mánuði, virkilega engin umferð á Akureyri? Engin á ferðum Akureyri? Engin bílar á Akureyri? Atvinnusvæði sem að hérna að byggjast upp í Vatnsmýrinni eru 12.000 störf og það mjög svipað því sem á Akureyri og íbúafjöldi ekki ólíkur því sem á Akureyri. Þetta svona bara til að setja þetta í ákveðna mynd og hafa svona ákveðið viðmið með þetta, en öðru leyti ætla ég ekki að segja mikið meira þetta aðalskipulag, ákaflega margt gott í því. Sumt sagt sem að kannski ekki eins merkilegt eins og menn halda, en annað svo sannarlega þess virði að hrósa sér af því. Og það þetta til fyrirmynda hvernig unnið verið að þessu með minnihluta og meirihluta og þá engum sérstaklega þakka, heldur bara öllum og þó má þetta þakka núverandi formanni skipulagsráðs og formanni aðalskipulagsnefndarinnar fyrir það að halda þessu áfram í þessum hætti. Það gert að mikilli prýði. En að öðru leyti þá munum við taka þetta upp og fara nákvæmar ofan í saumana á þessu aðalskipulagi þegar það kemur til fyrir borgarstjórn í næsta mánuði. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það pínu óraunverulegt að við skulum vera að ræða af alvöru nýtt aðalskipulag sem að lítur út fyrir að vera að verða að veruleika á þessu ári, eftir næstum því 2 kjörtímabil. Það hljómar svolítið eins og skipulagsyfirvöld hafi kannski ekki verið að vinna vinnuna sína. Sumir gætu kennt tíðum meirihlutaskiptum síðasta kjörtímabils dráttinn, aðrir gætu kennt reynsluleysi besta flokksins hann og svo má örugglega tína eitthvað fleira til ef að markmiðið að kenna einhverjum Það græðir samt enginn á því og ég ekki einu sinni viss að það sé svo slæmt að vinnan hafi tekið langan tíma. Mér finnst það eiginlega bara ágætt. Aðalskipulagið sem núna að verða tilbúið nefnilega það vandaðasta sem að gert hefur verið í Reykjavík og sennilega á landinu öllu. Það hefur verið unnið í samráði allra flokka í borgarstjórn í allan þennan tíma. Það byggir á víðtæku samráði í öllum hverfum borgarinnar og það hefur verið unnið af færustu sérfræðingum bæði inni á skipulagssviði og út í bæ. Þess vegna hefur vinnan tekið tíma en ég sannfærð að það hafi borgað sig. Ég vil byrja á að hrósa kjörnum fulltrúum allra flokka á báðum kjörtímabilum fyrir að hafa tekið virkan þátt í þessari vinnu. Ég vil sérstaklega hrósa meirihlutum og formunum á hverjum tíma fyrir að hleypa minnihlutanum að, en ekki síður minnihlutum hvers tíma fyrir að taka virkan þátt þó þeir væru ekki meirihluta. Það þarf dálítið sterk bein, slatta af hugsjón og lengri tíma til þess að standa með verklaginu. Hvort tveggja hefur sem betur fer verið til staðar hjá fulltrúum allra flokka. Það frábært. Eða þannig, það ætti auðvitað ekki að þurfa að þakka fyrir eitthvað svona, en staðreyndin samt sú að aðalskipulag Reykjavíkur hefur aldrei verið unnið af fulltrúum allra flokka áður. Það hefur fram til þessa verið meirihlutaplagg og fyrri áætlanir bera þess glögglega merki. Meirihlutaræði miklu einfaldara og tekur miklu styttri tíma heldur en þverpólitísk vinna. En það ekki betra. Sá tími sem hefur farið í samtal ólíkra einstaklinga með ólíkar hugsjónir hefur verið góður og honum hefur verið vel varið. En það kemur fleira til. Ég man eftir því að hafa verið spurð fyrir kosningarnar 2010 hvort að mér fyndist að húsverndarstefnan ætti að vera hluti af aðalskipulagi. Það þótti alls ekki sjálfsagt.
Í dag lítur út fyrir að við séum ekki bara að taka borgarverndina inn sem hluta af skipulaginu, heldur erum við líka að taka inn ákvæði verslunarrekstur, hæðir húsa, götuna sem borgarrými, vistvænar byggingar og svo margt fleira. Við erum með tillögu að mjög sérhæfðu skipulagi þó að það sé aðalskipulag. Við erum með ramma fyrir hvert hverfi sig og við erum með áætlanir sem ekki bara tengjast þróun byggðar, heldur tengir þróun byggðar við stefnu í atvinnumálum og í samgöngumálum, við lýðheilsu og við mannlíf og umhverfi og náttúruvernd og auðlindastefnu og verslunarrekstur og margt fleira. Aðalskipulagið er þannig að verða að þeim samfélagslega grunni sem að aðalskipulagið ætlað að vera. Það á ekki bara að vera uppdráttur með götum og húsum og einhverjum alls konar fylgiskjölum sem hafa mismikið vægi. Það á að vera samfélagslegur grunnur sem að tekur til miklu fleiri þátta heldur en bara húsa og gatna. Það tók tíma að vinna þetta en þeim tíma var vel varið eins og ég sagði áður. Það má vel vera að aðalskipulag verði ekki afgreitt með 15 samhljóða atkvæðum. Það verður bara að koma í ljós. En þá verður allavega búið að gera málamiðlanir allt það sem að hægt var að gera málamiðlanir og ég sannfærð að bestu hugmyndir frá öllum fulltrúum úr öllum flokkum hafi komist að. Tillagan hefur verið ágætlega rakin hér í dag og við eigum eftir að ræða hana oftar sem betur fer núna þegar líður á vorið og ég ætla ekki að endurtaka mikið af því sem að sagt hefur verið nema bara það sem að mér finnst mikilvægast, af því að það má líka segja mjög oft. Þétting byggðar er í alvörunni töfralausn. Þéttingaráformin eru langstærstu tíðindin í skipulagstillögunni og þau eru forsenda alls hins. Þegar ég byrjaði í pólitík þá hryllti mig við tilhugsuninni þéttingu byggðar, enda sá ég bara fyrir mér háhýsi skuggahverfisins rísa upp á öllum grænum svæðum borgarinnar. Það var alls ekkert vitlaust vegna þess að þétting er ekki það sama og þétting og sannarlega hafa verið gerð skipulagsmistök í nafni þéttingar. En skynsamleg þétting er æskileg og það er það sem stendur til að gera. Það er eiginlega aðdáunarvert að sjá á skipulagsuppdrættinum hvernig búið er að finna svæði alla borg sem að hægt er að gera bæði betri og lífvænlegri með endurskipulagningu. Skeifan og höfðarnir og lítil svæði hingað og þangað sem er ekki almennilega nýtt í dag. Því til viðbótar kemur svo Vatnsmýrin sem er algjört lykilatriði og mikið fagnaðarefni að við virðumst ætla að standa með fyrri ákvörðunum uppbyggingu þar. Það er alls ekkert einfalt, enda víða mikil andstaða við þessa stefnu en ég vona sannarlega á okkur lánist það. Með þessari þéttingu komum við í veg fyrir frekari útþenslu borgarinnar og drögum meira að segja talsvert úr henni. Það eru líka skiptar skoðanir og ég hef talsverða samúð með íbúum í Úlfarsfelli sem að gerðu ráð fyrir miklu stærra hverfi en nú er fyrirhugað og allt öðruvísi umhverfi. Aðstæður þeirra hafa breyst umtalsvert, bæði vegna efnahagshrunsins sem að breytti forsendunum talsvert og svo aftur núna vegna breyttra áherslna borgaryfirvalda. Ég er samt á því að við verðum að standa með tillögunni og vona okkur lánist það. Það er nefnilega þannig að ef við ætlum að uppfylla markmið aðalskipulagsins vistvæna borg, bætta samgönguhætti, loftslagsmál, kaupmanninn á horninu, lýðheilsu og allt hitt, þá verðum við að draga úr útþenslu byggðarinnar og nýta landið betur. Þetta snýst ekkert bara okkur borgarbúa og þetta snýst alls ekki eitthvað lið í 101. Þetta snýst líka fólkið í Úlfarsárdal og landsbyggðina sem að ýmist býr hér eða á þessa höfuðborg með okkur. Við erum öll sammála það að það þurfi að bæta almenningssamgöngur í Reykjavík og að stuðla að breyttum samgönguvenjum. Loftslagsvandinn er til staðar hjá okkur öllum og við verðum öll að grípa til aðgerða. Við gerum það ekki með því að þenja út byggð og nota einkabíla til að ferðast langar vegalengdir á hverjum degi. Þétting byggðar er hagsmunamál fyrir okkur öll, hvort sem við búum í 101, úthverfi, á landsbyggðinni eða jafnvel í útlöndum. Það verða allir að taka þátt í að byggja upp sjálfbærara samfélag. Tillaga 90% þéttingu í aðalskipulagi er þess vegna ekki bara til að tryggja líflegri og skemmtilegri borg, heldur snýst þetta að axla ábyrgð í alþjóðlegu samhengi. Þó þétting byggðar sé stærsta og róttækasta og mikilvægasta breytingin sem þetta aðalskipulag markar og hún auðveldar okkur að setja metnaðarfull markmið á öðrum sviðum líka, að þá er þéttingin í raun og veru forsenda þess að við getum lagt fram þetta heildstæða plagg sem nú er verið að leggja fram með trúverðugum hætti.
Án þess að þétta byggð þá væri næsta ómögulegt að fara í það að efla þjónustu í hverfum eða hvetja fólk til aukinna hjólreiða. Það er alveg flókið og sumum finnst erfitt að sjá tengslin á milli bílaumferðar og Kaupmannsins á horninu eða þéttleika og bílaumferðar, en þau tengsl eru engu að síður til staðar og þau eru mjög afgerandi og ég vona að við munum ná upp bæði lengri og ítarlegri umræðu þessa afmörkuðu þætti í umræðum aðalskipulagið á komandi fundum sem við munum taka þetta fyrir. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, ég ætlaði bara að tala þessar mikilvægu forsendur sem lagðar eru upp í aðalskipulaginu, en mun svo taka virkan þátt í umræðunum á þeim fundum sem verða haldnir fram á vorið. Ég vil bara segja, almennt séð er ég mjög ánægð með tillögu að nýju aðalskipulagi fyrir Reykjavík. Ég hef auðvitað skoðanir á einhverjum afmörkuðum hlutum inni í þessum köflum sem við höfum eftir að ræða og ég mun útskýra það betur síðar og sjálfsagt gera einhverjar breytingatillögur ef svo ber undir, en í grunninn er ég sátt og ég trúi því að okkur takist að sameinast þessa tillögu áður en árið er úti. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Gísli Marteinn Baldursson. Björnsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Fyrsta spurningin sem við eigum að spyrja okkur að þegar við förum af stað með nýtt aðalskipulag er þessi. Hvert er markmiðið? Hvað viljum við fá út úr nýju aðalskipulagi? Hverju viljum við ná fram? Ein leiðin til þess að svara þessu og sú sem ég held að sé best er að spyrja hverju viljum við ekki ná fram? Hvað viljum við ekki að gerist í Reykjavík næstu 30 árin? Og þessu hafa borgarbúar sjálfir svarað í ótal könnunum. Þeir vilja ekki meiri umferð. Þeir vilja ekki búa í borg með lélegum almenningssamgöngum. Þeir vilja ekki að það sé hættulegt fyrir börn að ganga borgina. Við viljum ekki að maður þurfa að fara á bíl allra sinna ferða. Við viljum ekki mengun, við viljum ekki hávaða, við viljum ekki að sé dýrt að búa hérna. Við viljum ekki byggja á grænusvæðunum. Við viljum ekki léleg hús sem verða aldrei annað en slömm. Við viljum ekki rífa gömul hús til þess að koma hraðbrautum fyrir eins og í fyrri aðalskipulögum. Við viljum ekki einsleit hverfi. Við viljum ekki að skipulag borgarinnar stuðli að slæmri lýðheilsu. Við viljum ekki að miðbærinn sé bara túrista-attraksjón. Og við viljum ekki að hverfin í borginni séu svefnhverfi. Þetta er meðal þess sem við viljum ekki. Og þetta held ég að næstum allir borgarbúar séu sammála. Það verður kannski seint hægt að fá alla borgarbúa til þess að skrifa undir þetta, en ég leyfi mér að fullyrða að yfirgnæfandi meirihluti borgarbúa myndu skrifa undir þennan lista það hvernig borg við viljum ekki. Og þegar það liggur fyrir, þá er svolítið auðvelt fyrir okkur að segja, ok, hvað þurfum við að gera til þess að þetta gerist ekki? Og svörin þar eru líka einföld. Við þurfum að þétta byggð, við þurfum að stytta vegalengdir, við þurfum að bæta almenningssamgöngunar, við þurfum að draga úr bílaumferðinni, við þurfum að auka hjólreiðar, við þurfum að auka sjálfbærni hverfanna, við viljum bæta lýðheilsu borgarbúa, minnka mengun, minnka hávaða. Við viljum búa til hagkvæmari borg í rekstri, þannig að við þurfum ekki að hafa skatta alltaf í hámarki. Við viljum búa til hagkvæmari borg fyrir borgarbúa sjálfa að búa í og við viljum búa til lifandi miðborg. Þetta er líka nokkur af þeim málum sem ég held að langflestir geti skrifað undir að þeir vilji að komi út úr þessu aðalskipulagi. Einhverjir taka kannski eftir því að ég segi ekki við viljum að Reykjavíkurflugvöllur fari úr Vatnsmýrinni. Það vegna þess að það mál er umdeilt öfugt við það sem ég nefndi hér að framan. Það sem ég nefndi hér að framan er nokkurn veginn óumdeilt. Flugvallarmálið er það ekki.
En til þess að ná markmiðunum sem ég nefndi það hvernig borg við viljum og viljum ekki, þá engin önnur lausn en að byggja í Vatnsmýrinni. Það svo einfalt. Öðruvísi náum við ekki markmiðunum fram. Öðruvísi styttum við ekki vegalengdir. Öðruvísi þéttum við ekki byggðina sem að neinu nemur. Öðruvísi drögum við ekki úr mengun. Þannig að byggð í Vatnsmýrinni auðvitað stóra málið í þessu aðalskipulagi eins og fyrir ræðumenn hér hafa auðvitað nefnt, og ég held reyndar að það sé byltingu að ræða sem muni gerbreyta borginni til hins betra. Og það að gerbreyta borgum til hins betra nefnilega hægt, öfugt við það sem að sumir efasemdamenn telja. Stundum sagt, Reykjavík bara svona. Við erum bara bílaborg. En fyrir utan uppgjöfina sem felst í þeirri setningu, þá ætlum ég að leyfa mér að benda á ágæta grein eftir Kristínu Soffíu Jónsdóttur sem situr fyrir Samfylkinguna í umhverfis- og skipulagsráði, sem sagði hvað menn hefðu sagt, við erum bara reykingaþjóð. Við erum bara svona. En í staðinn fórum við að benda fólki á hvaða afleiðingar það hefði í för með sér að við værum reykingaþjóð. Fórum að benda fólk á nýjar leiðir, hjálpa þeim að hætta. Og þannig drófum við verulega úr reykingum. Það má nefna fleira. Árið 1991 vorum við ekkert endilega þessi bílaþjóð sem við erum í dag. Vorum við allt öðruvísi þjóð þá? Var þjóðarsálin allt öðruvísi? Vitaskuld ekki. Staðreyndin svo að Reykjavík breyttist verulega á 7., 8. og 9. áratuginum. Miðborginni hnignaði, gömul og dýrmæt hús voru rifin, hraðbrautir voru lagðar alla borg og þær voru lagðar þannig að þær gátu borið miklu meiri umferð heldur en þörf var á, eins og flestir viðurkenndu þegar aðalskipulagið frá 62 var síðan endurskoðað. Þá beittu umferðar sérfræðingar reglu sem að kölluð predict and provide. Það að segja að spá fyrir það hvernig bílafjöldin muni þróast og byggja götur þannig að þær verði komnar örugglega áður en bílafjöldin verður orðið svona mikill. En við vitum ekki allt og við stóðum uppi með það að vera hér með umferðarkerfi sem var langt umfram það sem þurfti og var auðvitað gríðarlega dýrt. Þetta breytti borginni verulega mikið. Hraðbrautirnar voru lagðar og enn fleiri voru skipulagðar sem betur fer urðu ekki að veruleika. Mislæg gatnamót voru sett á vonda staði og hús og gott borgarumhverfi var látið víkja fyrir hraðbrautum og mislægum gatnamótum sem voru nánast hér í miðbænum. Júlíus Vífill Ingvarsson borgarfulltrúi kom hér með pillu á mig í ræðu sinni það að ég vildi mislæg gatnamót á Miklubraut og Kringlumýrarbraut. Á þess að ég ætla að eyða miklum tíma í að elta uppi það sem að ég myndi gera athugasemd við í ræðunni, þá bara vil ég halda því til haga að sú lausn sem hann vísar í gekk út á það væri settur stokkur á Miklubraut, sem lausn sem ég hef talað fyrir síðan, held að væri mjög góð lausn. Stokkurinn færi undir Kringlumýrarbraut og Lönguhlíð og sá stokkur miðar að því fyrst og fremst að gera það sem ég taldi upp hér að framan. Draga úr mengun, auka borgargæði, auka lífsgæði barnanna í hverfinu, auka öryggi þeirra, fækka árekstrum og svo framvegis. Markmiðið með stokknum ekki fyrst og fremst að greiða fyrir umferð, eins og kom vel fram í gögnum málsins. Á undanförnum árum þá höfum við hér í borgarstjórn verið að snúa við þeim mistökum sem að gerð voru í skipulaginu frá 62 og raunar lengi eftir það. En það hefur tekið tíma. Þessi vegferð sem við erum hér að sjá fyrir endan á hófst árið 2006 þegar Hanna Birna Kristjánsdóttir stýrði stýrihópi aðalskipulag sem að í voru meðal annars ég og Dagur B. Eggertsson borgarfulltrúi af þeim sem að sitja enn hér í borgarstjórn. Ég held ég sé ekki að gleyma neinum sem að voru í þeim hópi. Okkur var þá ljóst að þetta aðalskipulag sem við værum að fara að vinna yrði eitthvað það mikilvægasta sem samþykkt hefði verið í Reykjavík. Vegna þess að sem betur fer það þannig að fólkið bíður ekki eftir nýju aðalskipulagi með að breyta hegðun sinni.
Sem betur fer það þannig að fólkið lifir sínu lífi burtséð frá því hvað við erum að gera hér. Þannig að þetta aðalskipulag að nokkru leyti að elta uppi þær óskir sem fólkið hefur þegar sett fram. Borgarbúar eru í raun komnir fram úr aðalskipulaginu nú þegar. Þeir hafa árabil nefnt Vatnsmýrina sem það nýbyggingarhverfi sem að þeir myndu helst vilja búa í. Þeir hafa árabil verið að streyma í strætó í sívaxandi mæli ár frá ári og nú í nóvember var sett met í farþegafjölda í strætó yfir síðustu 20-30 ár. Og borgarbúar hafa líka verið að kalla eftir því að við fáum fleiri hjólastíga með því að fara upp á hjólin og hjóla. Og ferðavenjukannanir eru því miður aðeins gerðar á 10 ára fresti. En þegar við skoðum ferðavenjukönnun sem gerð var í nóvember 2011 og berum saman við næstu þar á undan, þá kom í ljós að hjólreiðum í borginni hafði fjölgað 1000%. 1000%. Vegna þess að árið 2001 í nóvember var innan við 1% sem fór á hjóli til og frá vinnu, en í nýju ferðavenjakönnuninni sem gerð var í nóvember 2011 var þetta 5%. Í nóvember notabene, sem ekki besti hjólamánuður ársins í Reykjavík. Og þegar að bornar eru saman aðrar kannanir sem gerðar hafa verið á sumrin til dæmis, þá dregin svo ályktun að meðalfjöldi þeirra sem hjóla til og frá vinnu í Reykjavík sé komin upp í svona 10%. Og að því ég var að tala það að það væri hægt að gerbreyta borgum. Ef að fólkið vildi það, þá ætla ég biðja ykkur að hugsa til Kaupmannahafnar. Þegar þetta aðalskipulag var á frumstigi, þá fór stýrihópurinn sem ég nefndi áðan til Kaupmannahafnar til þess að læra af þeirri borg og fleiri borgum á Norðurlöndunum. Okkar draumur var að fjölga þeim sem að hjóla í Reykjavík. En þegar slíkur hópur kemur til Kaupmannahafnar, þá auðvitað fallast manni hendur. Við sjáum að þar eru 36% allra sem hjóla til og frá vinnu og mann finnst bókstaflega allir vera á hjólum. En ég var að lesa skýrslu hjólreiðir í Kaupmannahöfn og þá kemur það athyglisverða í ljós að það leyti sem ég að fæðast, sem fyrir 40 árum, þá hjóluðu Kaupmannahöfn til og frá vinnu 10%. Þá voru 10% sem fóru á hjólum til og frá vinnu. Það hefði verið miklu meira áður, en rétt eins og Reykjavík gekk Kaupmannahöfn í gegnum erfiða tíma, byggði hraðbrautir, hirti ekki infrastruktúr fyrir hjólreiðar og þær hrundu niður í 10%. Bíllinn var góður kostur á þeim tíma, menn áttuðu sig ekki á því hvað hann geta haft neikvæð áhrif á borgarumhverfið og svo fór sem fór. Þannig að þeir voru fyrir 40 árum á sama stað og við erum núna. Og ég nefni þessa dæmisögu bara til þess að við svona vöknum til lífs það að þetta aðalskipulag getur í kompaníi við borgarbúa sjálfa, sem að mínu mati eru að kalla eftir öllu því sem við erum að gera í þessu aðalskipulagi. Þá getur þetta aðalskipulag breytt borginni til hins betra. Ég held að sé feikilega margt gott í þessu. Ég ætla ekki að segja að ég sé upp á punkt og prik sammála hverju einasta orði í aðalskipulaginu. Ég ímynda mér jafnvel að enginn í stýrihópnum sé það. En yfirgnæfandi meirihluti okkar sem að þar sitjum sammála stóru línunum í þessu og ég trúi því að ef við samþykkjum þetta skipulag svona eftir að hafa sneitt af einhverja agnúa sem bæði við bendum á og borgarbúar sjálfir í kynningaferlinu, þá getum við gert Reykjavík að ennþá betri borg til þess að búa í og ég hlakka til að geta sagt eftir árið 2030 að ég hafa verið þátttakandi í því að gera þetta nýja skipulag. Þá hefur borgarfulltrúi Gísli Marteinn Baldursson lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Elsa Jómann. Forseti, kæra borgarstjórn, ég vissi nákvæmlega ekki neitt aðalskipulag Reykjavíkur áður en ég tók sæti í skipulagsráði. Ég leyfi mér því að gera ráð fyrir því að einhver hluti, kannski stór hluti Reykvíkinga, þekki hvorki það plagg sem við erum að ræða hér í dag, né þau aðalskipulag sem komu á undan. Það sem kom mér mest á óvart í vinnunni var hvað ég þekkti borgina í raun lítið og hvað maður kynnist henni vel við að fara í gegnum aðalskipulagið.
Borgin er fjölbreyttari en ég hefði gert mér grein fyrir og hverfin ólíkari en ég átti von á. Hvert hverfi hefur í raun sína sérstöðu og það má finna kosti og galla við hvert einasta hverfi í Reykjavík, en í heildina litið eru hverfin okkar góð. Það eru mörg tækifæri sem felast í gerð nýs aðalskipulags, en tilgangurinn er samt ekki að breyta heildinni, heldur að bæta og laga þar sem við á. Borgin þarf að þétta og í nýju aðalskipulagi er áhersla á að þétta byggð innan núverandi byggðar en horfið frá því að þenja borgina út. Stundum þarf að þétta til að bæta þjónustu eða botna á ókláruð hverfi. Á öðrum stöðum þarf hreinlega að mæta eftirspurn. Líkt og í gildandi aðalskipulagi er gert ráð fyrir að flugvöllurinn víki í áföngum á skipulagstímabilinu. Ég er mjög ánægð með það og ég held að það hverfi sem muni rísa í Vatnsmýrinni verði ekki bara frábært eitt og sér, heldur muni það bæta borgin okkar, þar sem að þéttari byggð býður upp á betri almenningssamgöngur og fjölbreyttari þjónustu. Annað sem ég er mjög ánægð með er okkar stefna í samgöngumálum. Við erum oft sökuð að vera í aðförð að einkabílnum. Það er kannski að einhverju leyti satt, en takmarkið er ekki að útrýma einkabílnum, heldur teljum við sannarlega hlutverk hans í orðið of stórt og plássið sem hann tekur of mikið. Við viljum auka rétt fólks til að ferðast fljótlega og örugglega á annan hátt borgina og teljum okkur geta það án þess að ganga á rétt einkabílstjóra. Fjölmörg tækifæri felast svo í hverfaskipulaginu, þar sem farið er í nákvæmari greiningu á hverfinu og reynt að gera okkar góðu hverfi enn betri. Það má samt aldrei gleyma því að í þessari vinnu, líkt og í allri okkar vinnu, erum við í þjónustuhlutverki og góð hverfi eru góð að því að fólkið í þeim er ánægt og það hlýtur alltaf að vera okkar tilgangur að tryggja þá ánægju. Á seinasta ári voru öll hverfir borgarinnar heimsótt og það sem kom út úr þeim fundum fékk sinn farveg í þessu fína plaggi. Rauði þráðurinn í okkar vinnu var að við vildum byggja betri borg fyrir fólk. Borg fyrir fólk er borg sem er ekki bara bústaður, heldur líka heimili. Borgin sjálf á að vera í þjónustuhlutverki og borgin á að vera á forsendum íbúa. En hvað viljum við sem íbúar? Viljum við falleg græn svæði sem bjóða okkur velkomin? Viljum við þjónustu í okkar næsta nágrenni? Viljum við ráða því hvernig við ferðumst og við viljum geta fundið okkar þorp í okkar hverfi? Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Elsa Jómann lokið máli sínu og næstur tekur til máls borgarstjóri Jón Gnarr. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er mér mikil ánægja að fá að koma hér upp og ekki síður að sitja hér og fá að vera vitni að því að við séum að ræða aðalskipulag. Og ég vil nú bara byrja á því að hrósa og þakka öllum sem að þessari vinnu hafa komið. Ég þakka öllum þeim sem setið hafa í skipulagsráði og í umhverfis- og skipulagsráði og starfsfólki skipulagssviðs og nú umhverfis- og skipulagssviðs og vil ég þá sérstaklega þakka sviðsstjóra Ólöfu Örvarsdóttur og fyrir hennar góðu störf og hennar starfsfólki. En kjörorðin alls konar borg fyrir alls konar fólk finnst mér mjög góð
og það hefur verið gríðarlega ánægjulegt að fá að fylgjast með þessari vinnu og ég tek nú undir orð borgarfulltrúa Elsu Jómen þegar hún sagði hér áðan, hún lýsti því hvað hún hefði lítið vitað, hvað þetta fyrirbæri væri og ég get alveg viðurkennt að ég var á nákvæmlega sama báti og hún en eftir því sem að ég fengi meiri einsýn í þessa vinnu því meira hefur virðing mín fyrir henni vaxið. Alls konar borg vísar náttúrulega svolítið til þess að reyna að skapa umgjörð utan fjölbreytt mannlíf og líka að ýta undir og rækta sérstöðu ákveðinna hluta borgarinnar. Það er að segja að sérstaða hverfanna geti vaxið og dafnað. Og svo á Reykjavík að vera borg fyrir alls konar fólk með ólíkar þarfir, ólík áhugamál og ólíkar aðstæður. Reykjavík á að vera borg fyrir gamalt fólk. Þar sem að gamalt fólk getur farið þangað sem að gömlu fólki langar til að fara og nokkuð klakklaust. Reykjavík á að vera borg fyrir fatlaða. Hún á að vera borg með gott aðgengi og hún á að hugsa, hún á að gera ráð fyrir fötluðum og hún á að gera ráð fyrir öldruðum. Reykjavík á að vera borg fyrir konur og Reykjavík á að vera borg fyrir börn og Reykjavík á að vera borg fyrir kalla og Reykjavík á líka að geta verið borg fyrir túrista. Og allt þetta ólíka fólk á að geta umgengist í borginni á nokkurra einustu árekstra vegna þess að það er búið að hugsa fyrir þörfum þess og enginn einn hópur á að ganga á rétt annars hóps eða hafa meira vægi eða meira mikilvægi. Það er lögð náttúrulega mikil áhersla á þéttingu byggðar og er það bara mjög gott mál og það er áhersla sem að liggur til grundvallar, þessi hugsun að það sé nauðsynlegt að þétta byggðina og það hefur ýmsa góða kosti í för með sér. Til dæmis breytir það samgöngum. Það verður styttra á milli A og B, eða minnst okkar ekki lengra á milli A og B heldur en er núna. Og það hefur gríðarleg áhrif á samgöngur og samgöngumenninguna. Og ég er ekki frá því að samgöngur, það er að segja samgönguvenjurnar eða samgöngumenningin, sé eitt stærsta, og ég vil ekki segja vandamál, heldur verkefni sem að við sem borgaryfirvöld stöndum frammi fyrir. Það er að leiða samgöngur til jafnvægis og lykta. Og það er þannig að Reykjavík hefur verið skipulögð mjög með einkabílinn í huga og gjarnan án nokkurs tillits til þeirra sem ekki eru á einkabíl. Og það er mjög sérkennilegt orðalag í drögum að nýjum umferðarlögum. Þar er gangandi vegfarandi nefndur óvarinn vegfarandi.
og þetta náttúrulega bara þetta hluti af ákveðnu hugarfarið, ákveðnum hugsanagangi og sem að mun breytast. Það svolítið undir okkur komið hvað þetta tekur langan tíma að breytast. Og það hefur verið rætt hér það var nú einhver, ég man nú ekki hver það var sem nefndi það, hvort það var borgarfulltrúi Gísli Marteinn Baldursson sem, nei, það var ekki hann, ég bara man það ekki, en það var einhver sem talaði hér áðan aðför að einkabílnum, að það væri stundum talað það. Og maður heyrir það stundum að maður hallar eitthvað máli á hömlulausan einkabílaakstur allt, að þá verður það mjög auðveldlega aðför. Það eins og blikkbeljan sé heilög og margir sem stökkva upp til hand og fóta og ásaka fólk aðför ef að það vill fá að hjóla án þess að þeim stafi lífshætta af blikkbeljunni. Og ég verð að ræða þetta fram og aftur við fólk og mér datt í hug að bíllinn svolítið eins og skór og samgöngur eru svolítið eins og skór og fæstir eiga bara eina skó. Flestum finnst gott að eiga skó til skiptana og nota mismunandi skó við misjafnar aðstæður. Og ef maður til dæmis labbar á Esjuna þá vill maður gjarnan vera í góðum gönguskóm, traustum og góðum gönguskóm, helst þýskum. En þegar maður er í rólegheitunum heima, þá vill maður ekki vera í gönguskóm. Þá vill maður kannski frekar vera í inniskóm, því það er svona vinalegra og þægilegra. Og ef maður fer í veislu, þá vill maður vera í spariskóm, gjarnan. Ekki allir, en margir. Og er ekki einkabíllinn svolítið spariskór? Er ekki svona kannski ákveðin tegund af lúxus? Spariskór eru oft dýrir. Maður leyfir sér stundum, maður vantar góða spariskó og maður leyfir sér að borga mikið fyrir spariskóna, en á móti þá, eins og orðið gefur til kynna, þá sparar maður þá. Maður notar þá, maður gengur þá ekki út. Og ef maður á hund og fer út að labba með hann, þá fer maður ekki í spariskónum, því maður er að spara þá. Og þetta svolítið viðhorf sem meira og meira að ryðja sér til rúms í huga fólks. Að bíllinn, og við erum að mörgu leyti nauðbeygð, eða höfum verið nauðbeygð til þess að tileinka okkur þetta viðhorf til einkabílsins í þeim tilgangi að spara. Það er mjög dýrt að reka bíl og bensín er dýrt og bílar eru dýrir og viðhald bíla er dýrt. Þetta er dýrt fyrir einstaklinga, dýrt fyrir heimilin og þetta er líka dýrt fyrir sveitarfélögin vegna þess að það þarf að setja upp ákveðna þjónustu við bíla sem gengur mjög mikið til dæmis út á öryggismál. Það þarf að tryggja öryggi þar sem að bílar eru, setja upp skilti og kanta og ýmislegt og síðan að viðhalda götum og ekkert slítur götum eins hrikalega eins og bílar. Þeir bæði spæna upp malbiki og svo líka er þungið þeirra það mikill að vegirnir eiga til að síga og oft með miklum kostnaði. En
Við höfum nú rætt hér á þessum vettvangi hér og öðrum það að hvernig við eflum almenningssamgöngur og við höfum verið að leggjast á eitt við það að reyna að efla almenningssamgöngur og koma til móts við þá borgarbúa sem að vilja taka strætó. En það hlutur sem að þarf að gerast í samvinnu við borgarbúa. Borgarbúar þurfa virkilega að vilja taka strætó. Ég fæ oft fyrirspurnir frá fólki í borginni. Af hverju gengur engin strætó frá A til B á milli klukkan þetta og milli klukkan þetta? Eða af hverju kemur strætó ekki fyrir klukkan þetta á þennan stað? Og þegar að ég tek þessar spurningar lengra og kanna málið, þá það yfirleitt út af nýtingunni. Það hefur verið prófað og það voru fáir ekki nógu margir að nýta sér það svo að það væri réttlætanlegt að halda úti vagni. Og þetta er náttúrulega mjög dýrt fyrir samfélagið að reka strætisvagna, það er mikill kostnaður af því. Og síðan það aðrar tegundir af samgöngumátum eins og að til dæmis að labba á milli staða og tala nú ekki að hjóla. Og það hefur því miður ekki verið svona sérlega aðgengilegt. Það ekki sérlega aðgengilegt að labba og hjóla borgina. Maður þarf svolítið að hafa augun á bílnum og þarf svolítið að passa sig. Maður svolítið, eins og þetta dæmi sett upp, þá maður svolítið óvarinn vegfarandi ef maður velur að labba eða hjóla. Og ég tel að þetta aðalskipulag muni flýta því að við fáum hér fjölbreyttari samgöngu menningu. Og þetta svona ákveðið hugarfar, þar að segja, svona einsleitni hefur gjarnan verið ríkjandi í íslenskri menningu, finnst mér. Það að segja að það viðhorf að ef að eitthvað til sem virkar, þá þurfum maður ekki neitt meira. Þá áttu bara að nota þetta sem til og ekki hafa áhyggjur af öðru. En þetta að breytast og við sjáum til dæmis bara eins og bara í matarmenningu á Íslandi. Svona mestan hluta æsku minnar þá fannst mér nú allur matur svona ósköp svipaður á bragðið. Það var ekki mikið um sterkan mat eða einhver svona exotísk krydd. Það var aðalega aromat og seasonal og kannski örlítið salt. En það var svolítið svona íslensk matarmenning fyrir utan náttúrulega fornaldarmenninguna og þorramatinn. Aromat. En síðan breyttist þetta og nú finnur maður ekki lengur aromatið fyrir timjan og kóríander og svona framandlegum kryddum sem maður bara hafði aldrei heyrt og svona held ég að samgöngumenningin muni breytast en eins og ég sagði hér í upphafi þá það líka bara svolítið undir okkur komið hversu fljótt það gerist og hvað við vinnum ötullega að því en þetta mjög mörgum borgarfulltrúum og borgarstarfsmönnum mjög mikið kappsmál vegna þess að það sér það hver maður sem að rýnir í þessi mál að þetta gríðarlega stórt verkefni og skiptir miklu máli og ávinningurinn mikill. Það spara allir
og ekki bara ódýrara að hjóla heldur en keyra, það meira að segja lengir lífið manns. Maður lifir bara jafnvel einhverjum mánuðum og árum lengur og getur gert meira heldur en maður hefði ella ef maður hefði bara keyrt allt. Já, ég bara fagna þessari vinnu og þakka fyrir það sem ég hef heyrt. Mér langar að svona klikka á því sem að ég tel að sé líka tækifæri fyrir Reykjavík og það er friðarborgin. Hún er ekki kannski beinn hluti af þessu aðalskipulagi, en það eru tækifæri í friði og við höfum svona sterka friðarsökla að byggja á hér og þar er næstum óplægður akur. Við eigum friðarsúluna, Imagine Peace Tower, hérna út í Viðey og við gætum svona kannski gert meira úr henni, veitt henni aðeins meiri upphefð og við eigum Höfða sem að stendur tilbúinn og alveg fullbúinn í hvaða friðarfund sem er og ég sé það svolítið, þó að sé ekki minnst á það í aðalskipulaginu, þá sé ég það svolítið sem eitthvað sem svífur yfir vötnunum og allt í kring. En þá ætlum ég nú ekki að hafa þetta mikið lengra og ætla að taka undir hér lokaorð borgarfulltrúa Gísla Marteins Baldurssonar. Ég er bara mjög stoltur af því að hafa komið að þessari vinnu. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, forseti og ágætu borgarfulltrúar. Ég vil líka eins og borgarstjórinn þakka hér ágætu umræðu og mjög góðar ræður og það hefur svo sannarlega verið ánægjulegt að taka þátt í þessari vinnu við nýtt aðalskipulag og ég ætlaði að nefna hérna bara svona lauslega tvo þætti sem að skipta dálítið miklu máli í þessu öllu saman og það er fyrst að nefna margnefnda þéttingu byggðarinnar og svo ætla ég að kannski að tala svolítið tilganginn með þessu öllu saman og koma aðeins inn á það sem er kallað, hefur verið nefnt borg fyrir fólk og ennþá betri er að segja borg fyrir alls konar borg og allra best er að segja, eins og borgarstjórinn gerði, að segja alls konar borg fyrir alls konar fólk. En borgarfulltrúi Júlíus Vífill kom inn á það hérna áðan að í aðalskipulagi eða sem að gildi 2000 og gildur raunar ennþá 2001 til 2024 að þar eru ágætt orð og ágætt fyrirheit þéttingu byggðarinnar og það sem að á að nást með því sem hefur reyndar verið rakið hér. Það hefur líka komið fram að það hafi ekki tekist öllu leyti nógu vel til og ég las nýverið fróðlega BS-ritgerð eftir Egil Þórarinsson sem að skrifaði þessa ritgerð við Landbúnaðarháskólann 2010 og þessi ritgerð fjallar þéttingu byggðar í Reykjavík og skipulagstímabilinu 2001 til 2024 og þar er fyrst og fremst skoðað það tímabil sem að liðið af þessu tímabili þegar ritgerðin skrifuð, þar að segja
2001 til 2010. Og niðurstöður þessarar, þarna kemur meðal annars fram að því að það var nú talað hérna áðan að það skorti tölur hvernig til hefði tekist í sambandi við þéttingu og þau áform sem að þar voru. Það kemur fram, með leyfi forseta þarna í þessari ritgerð að 59% byggðarinnar sem átti sér stað, eða nýbygginga sem átti sér stað þessu tímabili í höfuðborginni hafi verið á nýbyggingarsvæðum og aðeins 30% á þéttingarsvæðum, og höfundurinn bendir á að þetta sé eiginlega ekki samkvæmt markmiði aðalskipulagsins. Niðurstaðan sú að þéttingu byggðarinnar hafi verið framfylgt að mjög takmörkuðu leyti og þess vegna hafi árangurinn verið líka mjög takmarkaður. Og það komi líka fram í því að árangur í því að minnka bílaumferð var líka mjög lítill. Bílaumferð þvert á móti jókst verulega á þessu tímabili. Það kemur meðal annars fram, og það svona niðurstaða þessarar ágætu ritgerðar, að það hafi augljóslega reynst erfitt að standa fyrir uppbyggingu í miðborginni. Það kemur fram að það hafi verið sterk tilhneiging meðal verktaka að sækjast eftir auknu byggingarmagni á þéttingarreitum og síðan að byggja þar lúxusíbúðir. Og að því í þessari ritgerð dregin svo ályktun að það hafi einfaldlega verið þannig, því annars hafi verktakar talið að framkvæmdirnar yrðu ekki hagkvæmar. Í þessari ritgerð lýst eftir meiri stuðningi við þéttingaráform, og það hlýtur þá að gilda fyrir þau áform sem eru uppi í því skipulagi, aðalskipulagi sem núna í undirbúningi, að það ekki nóg að hafa fögur fyrirheit þéttingu og það allt það góða sem hún á að leiða af sér. Það þarf með einhverju móti að styðja undir hana. Og þar í þessari ritgerð bent á að það eru hið opinbera eða borgaryfirvöld hafa ákveðnar leiðir. Það eru til möguleiki á því að fella niður alls kyns gjöld, veita afslátt á lóðir og ákveðin fyrirgreiðsla sem að virðist vera nauðsynleg til þess að verktakar og fjárfestar geti í miðborginni byggt húsnæði sem er á viðráðanlegu verði. Það viðráðanlegt verð, það kallað á útlensku affordable housing. Og þetta það sem að kannski hefur tekist hvað verst til fyrir utan svona þetta rauninni miklu minna magn sem byggt á eiginlegum þéttingarsvæðum á þessum fyrsta áratug 21. aldarinnar. Þá sem sagt galli númer 2 sá hve einsleitt þetta húsnæði var. Öll áherslan var sem sagt á stórar lúxusíbúðir fyrir sterkefnað fólk. Og það reyndar gott til þess að vita að nú ný húsnæðisstefna samþykkt og það verður unnið eftir henni í framtíðinni sem að gerir ráð fyrir að það verði fleiri leiguíbúðir hér til boða í borginni og það hefur stofnaður sérstakur hópur í sambandi við þessu húsnæðismál, en þess má geta að þetta ekki vandamál sem að einskorðað við Reykjavík. Ég las það í ágætu þýsku blaði daginn að það meiriháttar vandamál álítið þjóðinnar í mörgum af sínu stærstu borgum að ungt fólk, stúdentar og slíkt fólk, að það leitar mjög út úr miðborgunum af því það hefur ekki lengur efni á að búa þar. Og þetta telja menn slæma þróun og að leita alls kyns leiða og oft þetta mjög frumlega leiðir sem að koma oft frá félagasamtökum, íbúunum sjálfum til þess að reyna að skapa þarna meira jafnvægi. Og ég held að við núna þegar við erum að fara af stað í þennan nýja leiðangur með nýtt aðalskipulag þurfum að vera opin fyrir frjóum hugmyndum þessi mál og það líka ljóst að hlutfall þeirra sem að hafa ráð á því að fjárfesta í eigin húsnæði fer minnkandi. Það náttúrulega og verður miklu erfiðara að fá lán.
þetta er það sem að mér finnst afar mikilvægt að verði leiðarljós í þessu nýja aðalskipulagi, og það er það sem er reyndar orðað í þessu mikla plaggi sem að mörg okkar hafa fyrir framan okkur og fylgir aðalskipulagsvinnunni, og það er borg fyrir alls konar fólk. Og þá erum við að tala borg fyrir sem rúmar og ber félagslegan fjölbreytileika. Og þá erum við kannski komin að þessu sem að hefur kallast borg fyrir fólk og borg fyrir alls konar fólk. Ég var daginn líka að glugga aðeins mér var bent á mjög merkilega skýrslu sem að gefið út á vegum Sameinuðu þjóðanna, og þar í því ágæta fyrirtæki var stofnuð sérstök stofnun sem heitir UN Habitat, og hún er til komin vegna þess að nú býr meirihluti mannkynsins í borgum, þannig að þeir hjá Sameinuðu þjóðunum eru búnir að átta sig á því fyrir þó nokkur síðan að borgarumhverfið er að verða hinn eiginlega umhverfi mannsins. Þar ræðst í rauninni hlutskipti mannanna, hvernig líf þitt er. Það fer eftir í hvernig borgarumhverfið er, hvaða umhverfi borgin sem þú býrð í og meirihluti mannkynsins býr í. Og það er margt fróðlegt í þessu, og ég nefni þetta vegna þess að mér finnst svona ákveðin samhljómur í þessari skýrslu og í aðalskipulagsvinnunni sem að sýnir auðvitað að við erum ekki að finna upp hjólið, ekki þessi meirihluti og ekki svo síðasti. Menn er að hugsa á svipuðum nótum út allan heim. Og við vorum hér nokkur úr skipulags- og umhverfisráði sem að vorum svo heppin að vera boðin til Bandaríkjanna, til Portland og Seattle í haust, og þar sáum við að í þeim frábæru og flottu borgum á vesturströndinni eru borgaryfirvöld að reyna að gera nákvæmlega sömu hluti og við erum að gera með þessu aðalskipulagi, stytta vegalengdirnar í borginni, gera borgirnar mannvænni, gera borgirnar meira að borgum fyrir fólk frekar borgum fyrir bíla. En sem sagt nýjasta skýrsla frá UN Habitat, hún heitir hún er sem sagt kölluð State of the World Cities Report, og sem sagt hún gildi fyrir 2012 til 2013 og heitir í undirtitli Prosperities of Cities. Og þar kemur fram í formála með leyfi forseta að þetta reyndar ekki alveg orðrétt, heldur svona meira eftir minni, að ofur áhersla á peningalega hagsæld, eða það sem heitir á ensku financial prosperity, hafi þráttur fyrirheit leitt til dýpri gjár milli ríkra og fátækra í borgum heimsins. Í skýrslunni eru kynnt tæki til sögunar sem að mæla félagslega og pólitíska eða við skulum segja félagslega, efnahagslega og umhverfislega farsæld, og það meðal annars það sem kallað City Prosperity Index, það að segja lista yfir hagsæld borganna. Og mér langaði bara aðeins að nefna þetta vegna þess að eins og ég sagði að þá rímar þetta við margt af því sem að við erum að gerast. En þarna kemur fram sem sagt að hingað til hefur þessi áhersla á auðsæld eða velmegun, eða það sem þeir kalla prosperities, byggst of mikið á úreltum og ósjálfbærum hlutum. Til að mynda því að hafa eldsneyti, bensín og olíu sem allra ódýrast. Þetta hefur byggst á bílmiðuðu skipulagi í borgunum, við erum að tala borgarumhverfið. Þetta hefur byggst á skipulagi aðgreiningar í borgunum sjálfum, hvað varðar hlutverk og þjónustu, en líka á efnahagslegri og félagslegri aðgreiningu ríkra og fátækra og lélegri landnýtingu. Þarna kemur fram að þarna talið upp að einkenni í hinni mannvænu borg, eins og það heitir, hinni mannvænu borg 21. aldarinnar, og það eru talin upp nokkur atriði,
og það slík borg atvinnuskapandi, hún styrkir félagslega fjölbreytni, hún viðheldur sjálfbæru umhverfi og hún viðurkennir mikilvægi almenningsrýmis. Annað forvitnilegt sem kemur hérna fram það að menn hafi allt og mikið einblínt á það sem heitir þjóðarframleiðsla. Og það bent á það að það segi ekki alla söguna hagsæld og framleiðslu borganna. Og það hérna vitnað í bandaríska hagfræðinginn Joseph Stiglitz sem fyrir 3 eða 4 árum kallaði blætiseðli þjóðarframleiðslunar, það að segja einhvers konar dýrkun eða hugmynd það að tölur þjóðarframleiðslu segi allan sannleikann líf mannanna í samfélögunum. Hann hafnar þessu, Joseph Stiglitz, og hefur reynt að koma með aðra mælikvarða, eins konar hamingjumælikvarða eða farsældarmælikvarða og undir það tekið í þessari skýrslu. Og það reyndar líka bent á það, svo við förum út í grjótharða hagfræði, að framleiðslan í borgunum, það kemur hérna fram að í 100 stærstu borgum heimsins 30% framleiðsla á vörum og þjónustu. En þar búa aðeins 18% ennþá, aðeins 18% jarðarbúið. Í New York 10% framleiðslunar í landinu og þjónustunar, en þar ekki nema rétt rúmlega 6% þjóðarinnar. Ég veit ekki alveg hvernig þessar tölur eru fyrir Reykjavík. Mig grunar að þær séu með svipuðum hætti, Reykjavík versus landið. En þetta myndi ég segja að það veri mjög gott að hafa slíkar tölur í áframhaldandi skipulagsvinnu og áframhaldandi umræðu borgina. Það að segja svo efnahagslega og þjónustustærð sem að borgin Í sambandi við, mér langar aðeins að koma inn á það líka að það kemur þessi mikla áhersla á, svo við komum aðeins aftur inn á það, þessi svona einhliða áhersla á eignir og svona framleiðslu í þröngum skilningi, þessi áhersla á það sem að kalla prosperity á ensku, hefur eins og ég gat áðan að áliti skýrsluhöfunda í rauninni skila þeim árangri að gjáin milli ríkra og fátækra hefur dýpkað og einmitt af þeim ástæðum meðal annars sáum við í ýmsum borgum heimsins á Austurvelli Reykjavík, á Zuccotti Park í New York, á Puerto del Sol torginu í Madrid, á Tahrir Square í Kaíró og á torginu fyrir framan Pálskirkjuna í London, mótmæli íbúana í borgunum sem upplifðu mjög sterkt þetta misskipti sem hefur átt sér stað eða hefur orðið meira og meira þvert ofan í fyrirheit alþjóðavæðingarinnar sem var mikið rætt fyrir 10 til 12 árum það að alþjóðavæðingin myndi færa öllum jarðarbúum og ekki síst borgarbúum mikla farsæld. En það hefur ekki að öllu leyti gengið eftir og alls ekki hvað varðar þessa 99, margfrægu 99% þjóðfélagana sem að upplifa það að auðurinn fer allt annað. En talandi eignir og prosperity að þá hefur reyndar komið í ljós að það sem að skiptir öllu máli í mannlegu lífi og einhvers staðar var ég með þetta líka, eru sem sagt ekki hlutirnir sem að fólkið eignast, heldur að það eru félagsleg tengsl. Og hamingja okkar, og þetta stendur rakst ég á í ágætri bók eftir þýska heimspekinginn Richard David Precht, sem heitir Hver ég og ef svo hve margir, og kom út fyrir jólin. Og mér finnst það forvitnilegt og mér finnst að koma þessu máli við að því að tilgangurinn með þessu öllu saman lýtur að hagsæld og hamingju, einhvern veginn, að þetta sé betri borg til að búa í, lifa í og starfa í.
En þarna er fullyrt að fræðimenn sem hafa pælt í og rannsakað hamingjuna, það eru til einhvers konar hamingjurannsóknir og við þekkjum þetta að koma stundum fréttir þetta í fjölmiðlum, hverjir eru hamingjusömustu þjóðirnar og glöðustu þjóðirnar, og niðurstaðan er svo að hamingjan ræðst ekki af peningum og ekki af það sem við í dag myndum kalla velmegun, ekki einu sinni af kynferði eða aldri og ekki einu sinni af útliti eða gáfum. Hamingjan ræðst fyrst og fremst af félagslegum tengslum og hún ræðst ofboðslega mikið af mjög jarðneskum hlutum. Mat, kynlífi, vinum, börnum, hreyfingu, íþróttir. Og borgin er akkúrat svona staður þar sem allt þetta á að geta dafnað og allt þetta á að vera til. Gott kynlíf, góður matur, frábær staður til að hreyfa sig, hlaupa í borginni. Reykjavík er frábær hlaupaborg, þvert ofan á það sem ýmsir halda sér. Ég hef 5 ára reynslu af því. Reykjavík er æðisleg hlaupaborg og við höfum að gera hana ennþá betri hlaupaborg. Og hver er þá tilgangurinn með þessu öllu saman? Jú, hún er sem sagt einhvern veginn og algjörlega borg þar sem að allt er gert til þess að hamingja mannanna verði meiri og hún er ekki mæld með tölum þjóðarframleiðslu, hún verður líklega betur mæld, það er að segja óhamingjan, betur mæld með atvinnuleysi og tíðni hjónaskilnaða. Það segir mjög margt samfélögin. Borg fyrir alls konar fólk. Ég held að þetta sé frábær leiðarvísir sem við höfum núna og erum að vinna að. En á endanum tilgangurinn með þessu öllu saman er samt einhvern veginn kominn undir borgarbúunum sjálfum og okkur sjálfum. Og Monty Python gerði kvikmynd þetta með samnefnum titli og þar stendur tilganginn. Það var nú svo sem ekkert sérstakt þessi tilgangur, reyndu bara að koma vel fram við fólk, forðastu feitmeti, lestu af og til góða bók, leyfðu fólki að heimsækja þig og reyndu að lifa í sátt og samlyndi við allar þjóðir og alla kynþætti. Þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og þá hefur borgarstjóri óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar. Mér finnst virkilega gaman að taka þátt hér umræðum og líka gaman þegar umræður fara að snúast hamingjuna og bókmenntir, því fátt er nú mikilvægara. Og mér langaði nú bara að gera athugasemd við hugleiðingar borgarfulltrúa Hjálmar Sveinssonar hamingjuna og mér datt í hug ágætisbók sem heitir The Geography of Bliss eða landafræði hamingjunar eftir bandaríska blaðamanninn Erik Weiner. Hann ferðaðist heiminn og leitaði að hamingjunu og kom meðal annars hingað til Íslands og það er kafli í bókinni hamingjuna og Ísland segi ég. Og mér datt í hug þessi, að því að við erum nú að svona vitna í bækur, datt mér í hug sko niðurstaða hans einmitt hamingjuna og hún er svona: peningar skipta máli en miklu minna en við höldum og ekki á þann hátt sem við höldum. Fjölskylda er mikilvæg og það eru vinir líka. Öfund er eitruð og líka og mikil hugsun. Strendur eru valkostur. Það er traust ekki. Já, það var hrundi. Og datt nú botninn úr tilvitnuninni. Traust er það ekki og heldur ekki þakklæti. Og þakklæti var mér svolítið ofarlega í huga. Herrum, takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið við það að veita ansvar. Forseti vill minna borgarstjórann á að sjálfsögðu að biðja
leyfi forseta eða ávarpa eða vitna í texta. Þú maðurst það næst. En þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir. Frú forseti og ágætu borgarfulltrúar, ég hlakka til þess að verða gömul kona í Reykjavík og ég vona svo sannarlega að ég finni hamingjuna í sjálfri mér og hamingjuna í borginni þegar ég bý í Vatnsmýrinni og það verður stutt fyrir mig að heimsækja gamla kallinn minn upp á Landspítala ef hann skyldi þurfa að leggjast þar inn og eða eitthvað að barnabörnunum, hver veit hver veikist, við munum alltaf gera það, öll sömul. Og það verður líka stutt að fara í miðborgina og borða góðan mat og ég vona líka að ég geti stundað gott kynlíf þegar ég er orðin gömul kona í Reykjavík. Og þetta voru mjög góð orð hjá borgarfulltrúa Hjálmari Sveinssyni hér áðan af því að aðalskipulagið, hún kemur okkur öllum við og öllu því sem við gerum og ég held að við eigum að líta alltaf á aðalskipulagið eins og stjórnarskrána okkar. Hún það sem leiðarljósið í því sem við gerum og hún skiptir þess vegna okkur öll máli og hún hefur verið tekin fyrir, aðalskipulagið hefur verið tekin fyrir í velferðarráði núna tvisvar, annars vegar í nóvember og desember síðastliðnum og á seinni fundinum í velferðarráði þá bókuðum við samhljóða velferðarráð og mig langar til þess að segja frá þeirri bókun og því sem var rætt þar í velferðarráði. Velferðarráð leggur áherslu á að við skipulag borgarinnar þarf að hafa velferðarmálin til hliðsjónar. Kostnaður vegna íbúðarhúsnæðis og vegna samgangna stærsti hluti útgjalda fjölskyldna. Horfa þarf til þess að íbúum bjóðist að búa í ódýru húsnæði þar sem hægt að halda kostnaði við samgöngur í lágmarki. Þá einnig mikilvægt að horfa til aðgengis fatlaðra og aldraðra í borgarumhverfinu en ljóst að með góðu aðgengi og aukinni þátttöku aukast lífsgæði. Þetta eru bara 3 setningar en það segja mjög mikið og ég vona að þessi bókun velferðarráðs skili sér til þeirra sem hafa verið að vinna aðalskipulagið því ég held að það hafi verið tekið tillit til þessara þátta að bjóða íbúum upp á ódýrt húsnæði þar sem hægt að komast á milli staða með almenningssamgöngum og taka tillit til aðgengis og gera ráð fyrir þátttöku íbúanna. En húsnæðisstefna Reykjavíkurborgar líka alveg skýr og var einnig samþykkt samhljóða hér í borgarstjórn á síðasta ári. Nú þarf að framfylgja stefnunni í aðalskipulagi og einstaka aðgerðum til þess að uppfylla stefnuna og skipulagið. Inngangsorð húsnæðisstefnunar eru stefna og með leyfi forseta þá les ég upp úr húsnæðisstefnunni. Tilvitnun byrjar. Stefna Reykjavíkurborgar að allir borgarbúar hafi öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði hvort sem fólk þarfnast stuðnings við sín húsnæðismál eða ekki. Húsnæðisstefna Reykjavíkurborgar nær þannig utan húsnæðisþarfir allra borgarbúa óháð eignaformi, stærð og gæðum húsnæðis. Borgarbúar þurfa að geta eignast og eða leigt húsnæði eftir þörfum hverju sinni, fjölbreytt framboð þarf að vera í boði í hverju hverfi. Tilvitnun lýkur. Núna erum við hér með drög að aðalskipulagi sem að fara í kynningu og þar einn kaflinn húsnæði fyrir alla. Þar segir leitast verði að tryggja fjölbreytt framboð húsagerða og búsetukosta fyrir alla félagshópa. Stefna framboð húsagerða og búsetukosta taki mið af þróun samfélagsins og húsnæðismarkaðarins á hverjum tíma, svo sem varðandi fjölskyldustærðir, aldursbreytingar, stöðu á byggingamarkaði og efnahagsþróun. Þannig virðist húsnæðisstefnan sem við samþykktum hér í sal borgarstjórnar hafa skilað sér inn í aðalskipulagið og ég fagna því. Síðan segir í þessum drögum að aðalskipulagi: gerum ráð fyrir að 20% íbúða verði miðaðar við þarfir þeirra sem ekki vilja eða geta lagt mikið fé í eigið húsnæði. Uppbygging slíks húsnæðis verði einkum á miðlægum svæðum þar sem auðvelt að þjóna með góðum almenningssamgöngum. Tilvitnun lýkur. Hér líka komið inn beint úr húsnæðisstefnunni að leigumarkaður
og ódýrari íbúðir verða að vera bæði fyrir þá sem ekki vilja eða geta keypt sér húsnæði. Það hefur margt breyst á undanförnum árum, lánamöguleikar fólks hafa þrengst, sérstaklega lágtekjuhópa, og síðan eru mjög stór hópur ungs fólks sem vill hafa meiri sveigjanleika í lífi sínu og hreyfanleika með tilliti til náms og atvinnu, þar sem fólk vill ekki binda sig í fasteignum til langs tíma. Og hversu stór þessi prósentutala á að vera? Hér er hún 20% í drögum, en í húsnæðisstefnunni er gert ráð fyrir alltaf 25%. En ástæðan er sú að það hefur ekki legið algjörlega ljóst fyrir hversu mikið af húsnæði í dag er leiguhúsnæði og hversu mikið það þurfa að vera. En ég held að breytingarnar séu það örar að við ættum að hækka þessa prósentutölu upp í 25% vegna þess að það eru fleiri og fleiri þjóðfélagshópar sem að velja að vera á leigumarkaði. Ég vildi bara benda á þetta og ég vona að það verði tekið tillit til þess í svo aðalskipulagi að við eigum að hækka það hlutfall sem verði miðað við þarfir þeirra sem ekki vilja og ekki geta lagt mikið fé í húsnæði því að sá hópur mun stækka. Og síðan er það sem að þarf að vera að það er að á hverju einasta hverfi og hverjum einasta stað í borginni á að vera alls konar hús fyrir alls konar fólk. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir lokið máli sínu og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil fagna þessum tímamótum að við séum að hefja umræðu aðalskipulag Reykjavíkur til 2030 hér í sölum borgarstjórnar. Það felst gríðarlega skýr og sterk framtíðarsýn og skýr markmið í aðalskipulaginu og ég fagna þeirri breiðu samstöðu sem hér birtist í umræðunum og það skiptir verulegu máli vegna þess að aðalskipulag er ekki bara landakort, heldur er það stefnuyfirlýsing og áætlun borgarþróun. Og þar hefum við brennt okkur á liðnum árum og áratugum að ýmsu leyti þó mjög margt hafi líka verið gott í henni Reykjavík og í þessu aðalskipulagi er verið að byggja á því sem er gott og vinna gegn því sem er síðra og skapa þannig mannvænlega spennandi og áhugaverða borg sem er líka góð að eldast í eins og hér er komið inn á og gott umhverfi og heilnæmt. Því að borgir þurfa að vera allt í senn skemmtilegar, kraftmiklar, heilbrigðar og spennandi. Það væri hægt að dvelja lengi við hvern hinna 4 meginkafla í aðalskipulaginu og það ætlum við að gera í 4 næstu umræðum aðalskipulagið. En ég vil aðeins koma inn á það sem að hér hefur verið sagt samhengi aðalskipulags, íbúaþróunar og höfuðborgarsvæðisins sem heildar. Það er nefnilega ekki svo eins og skilja mátti af ræðu borgarfulltrúa Júlíusar Vífils Ingvarssonar að það að fjölgun íbúa sé hraðari í nágrannasveitarfélögum heldur en í Reykjavík sé nýtt fyrirbæri, heldur hefur sú þróun verið nokkuð svipuð og nokkuð jöfn í tæpa hálfa öld. Frá 1971 það bil og jafnvel lengur og það tengist einfaldlega útþenslu byggðarinnar og þetta eru býsna góð gögn og tölum í grunngögnum aðalskipulagsins en hitt er annað mál að núna þegar að er almenn samstaða og nokkuð skýr sýn ekki bara í Reykjavík heldur á höfuðborgarsvæðinu að eitt mikilvægasta máli sé að þróa byggðina inn á við
að þá berast böndin óneitanlega að Reykjavík, miðsvæðunum og svæðunum hér vestar á nesinu. Og þess vegna er það mjög mikilvægt að svona mikil og góð vinna hafi verið lögð í að kortleggja þessi þróunar og mögulegu uppbyggingarsvæði í þegar byggðu umhverfi. Það er flóknara, það er viðkvæmara og erfiðara að vinna að þannig borgarþróun og þannig uppbyggingu heldur en hinu að hasla nýjan völl eða leggja nýtt og óbrotið land undir byggð. Þess vegna kallar það á meiri undirbúning, meira samtal og skýrari rök fyrir því að verið sé að raska einhverju ástandi sem fólk hefur fyrir utan gluggana hjá sér eða er vant því að búa við. Og ég held þess vegna að línurnar eins og lagðar voru hér í ræðu formanns skipulagsráðs og formanns stýrihópsins, borgarfulltrúa Hjálmar Sveinssonar, en líka og ekki síður borgarfulltrúa Gísla Marteins Baldurssonar, þá ríku samstöðu, eða eigum að segja sameiginlegu áhyggjur sem borgarbúa deila af því að umferðin í þeirra hverfi og þeirra götu og í þeirra borg aukist bara og aukist. Því að það er jú það sem að umferðarverkfræðin hefur spáð, ekki bara fyrir Reykjavík, heldur fyrir allar vestrænar og kannski bara borgir heimsins síðastliðna áratugi. Það var það sem að borgirnar voru að bregðast við þegar að akreinum var fjölgað og gatnamót voru gerð mislæg, en það er líka sú aðferðafræði, þar að segja uppbygging í þágu umferðar, sem að brást og er ekki svarið við þessum vandamálum og við erum ekki að finna upp hjólið eins og hér var sagt, heldur leita í smiðju og sameiginlegan reynslubanka borga allan heim þegar við erum að setja stefnuna á að þróast inn á við, vaxa inn á við. En þar með erum við ekki að ýta til hliðar tækifærum sem felast í borgarþróun, heldur þvert á móti sést víða í aðalskipulaginu að það er verið að skerpa sín á hvernig við nýtum tækifæri framtíðarinnar, ekki síst á sviði atvinnuuppbyggingar, í sérhæfingu atvinnusvæða, í klasamyndun hjá fyrirtækjum og þekkingarstofnunum, að ekki sé talað lykilsvæðin sem að núna er verið að leggja áherslu á, miðborgin og gamla höfnin, þar sem gert er ráð fyrir 2200 íbúðum, 350.000 fermetrum atvinnuhúsnæðis, 4.500 nýjum íbúum, 7.000 störfum og einum nýjum grunnskóla. Þetta er auðvitað framtíðarsýn til langs tíma, en við getum samt séð í hend okkar þann kraft eða dýnamík eins og stundum er sagt sem af þessum framtíðaráformum mun leiða og við erum komin í raun á flegi ferð og sjáum hvað þessi framtíð ber í skauti sér í nýju rammaskipulagi fyrir gömlu höfnina, í því að standa vörðum hafnarstarfsemina með því að skilgreina miklu skýrar hvar mörk íbúasvæða og hafnarsvæða eru, en líka með uppbyggingaráformum í tengslum við Hörpusvæðið, í tengslum við Mýragötu Slippasvæðið og svo framvegis. Margir af þessum reitum mun ekki bara verið til umfjöllunar í aðalskipulagi á næstu vikum og allra næstu mánuðum, heldur er verið að vinna deiliskipulagsáætlanir til þess að fylgja þessum áformum eftir. Þannig að uppbyggingin í miðborg og hafnarsvæðinu er mjög nálægt okkur í tíma og þess vegna sérstaklega spennandi. Aðeins lengur fram í tíman er uppbyggingin í Elliðaárvogi, sem er þó ekki síður spennandi. Þar var nýverið tekið að skrefa efna til viðræðna við Björgun að flytja starfsemi þess fyrirtækis til þess að leysa bryggjukverfið úr Viðjum og þróa þá byggð inn í Elliðaárvogi. Næstu skref myndi felast í því að taka viðræði við önnur gróf iðnfyrirtæki á svæðinu sem myndi gera okkur kleift að þróa allan höfðan í takt við blandaða byggð, en samhliða fyrsta áfanganum að þá getum við
horft til svæðisins við Súðavog og Dugguvog sem getur orðið blandaðra og einkennst af meiri íbúabyggð heldur en nú er. Vatnsmýrina þarf auðvitað ekki að fjölyrða. Hún er á dagskrá með byggingu nýs landspítala, með nýju deiliskipulagi fyrir vísindagarða, með kaupum okkar á umferðarmiðstöðinni og þeim áformum miklu betri tengingar með almenningssamgöngum milli háskólanna, nýju uppbyggingarsvæði á Hlíðarenda og vonandi uppbyggingu í áföngum út frá Skerjafirði og á svæði Háskóla Íslands þar sem við erum með áform að ráðast í skipulagssamkeppni fyrir heildarsvæði Háskólans í tilefni af aldarafmæli þeirrar merku og mikilvægu stofnunar. Hinum megin Vatnsmýrar erum við síðan að efna til samkeppni Öskjuhlíðina, framtíðarsýn á þróun hennar sem grænsvæði, sem útivistarsvæðis, en auðvitað líka svæðisins þar sem perlan hvílir á toppnum og við eigum í samningum að koma þar fyrir náttúruvísindasafni. Aðalskipulaginu fylgja síðan uppbyggingarkort og þróunarreitir sem skilgreindir eru í öllum íbúðahverfum. Þetta er ekki aðalskipulag einhvers eins hluta borgarinnar, heldur allrar borgarinnar og allra hverfanna. Og það er liður í hugmyndafræði aðalskipulagsins að í kjölfar þess fylgi hverfaskipulag, þar sem dýpra verði kafað í möguleika, styrkleika og veikleika hvers hverfis og í kjölfarið sett fram áætlun hvernig megi þróa hvert þeirra sig. En þannig er aðalskipulagið ekki aðeins sýn og markmið, ekki aðeins skipulagskort og listi yfir möguleika, heldur í raun getur það orðið og hefur verið nýtt til dæmis við gerð síðustu 5 og 10 ára áætlunar fjármál Reykjavíkurborgar sem í raun hin hliðin á efnahagsþróun borgarinnar og þar með tekjustreymi borgarsjóðs. Þannig hægt að nota aðalskipulagið sem stýritæki til að stuðla að góðri borgarþróun og ný skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar beinlínis hugsuð til þess að hafa það hlutverk að hrinda áformum aðalskipulagsins í framkvæmd. Það má eiginlega segja að enginn hafi beinlínis haft það verkefni með höndum í stjórnkerfi Reykjavíkur en sú skrifstofa og þær kerfisbreytingar sem gerðar voru í stjórnkerfi því sem við kallað harðageirans ættu að styrkja okkur í því verkefni að aðalskipulagið var ekki bara rit, áform, markmið og áætlun, heldur líka veruleiki í allra nánustu framtíð. En þessi atriði og önnur sem aðalskipulagið birtir munum við fjalla í næstu 4 umræðum og síðan auðvitað formlegum umræðunni þegar aðalskipulagið verið auglýst og síðar samþykkt. En ég vona að við berum gæfu til þess að gefa þessu nægilegan gaum og eiga jafnframt í orðastað við alla þá sem vilja koma að þessari umræðu í samfélaginu því að hér framtíðin og framtíð borgarinnar sannarlega sett rækilega á dagskrá. Þá borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, ágæti borgarfulltrúar, bara lítillega vegna orða borgarstjórans rétt áðan fjölgun í nærliggjandi byggðum og fjölgun hér í Reykjavík og þann samanburð sem ég gerði hér í ræðu minni á þessu tvennu. Þar sem að ég fór yfir það að á 10 ára tímabili hafði íbúum fjölgað í Reykjavík 5,6% en 37% í nærliggjandi sveitarfélögum. Nú nefndi borgarfulltrúinn Dagur B. Eggertsson nefndi það hér að
að þetta væri nú þróun sem ætti sér einhverja sögu lengra aftur í tíman og ég fór nú að skoða það á vef Hagstofunnar en slíkar upplýsingar liggja ekki fyrir. Þannig ég gat nú ekki gert þann samanburð en ég vil þá nefna það hér og þess vegna kem ég upp að Reykjavíkurborg þarf náttúrulega, ef hún lítur svo á að hún sé í einhvers konar samkeppni eða að minnsta kosti að fylgja þróun, mannfjölda þróun hér á þessu landi, að þá á þeim sama tíma á Reykjavíkurborg jókst 5,6% að þá jókst mannfjöldi á Íslandi helmingi meira. Þannig að það er alveg ljóst hvernig sem á það litur, ég gæti ekki borið saman sveitarfélög en það skiptir ekkert svona sérstöku máli, að Reykjavíkurborg að stækka minna heldur en þörf á íbúðum og aðstöðu fyrir ungt fólk að byggja þak yfir höfuðið. Ég ætla nú ekki að fara mikið meira út í þetta en bendi bara á að svæðisskipulagið sem samþykkt var árið 2002 af R-listanum á sínum tíma, það byggir akkurat á þessu. Það byggir á því að Reykjavíkurborg sé í stöðnun, að Reykjavíkurborg sé ekki að stækka en önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu sé að stækka. Og það eru bara þessar tölur sem liggja fyrir og menn geta bara kynnt sér. Það er í þessum tölum sem að liggja fyrir fjölda og fjölgun íbúa á höfuðborgarsvæðinu og hvort svo fjölgunin eiga sér stað. Og svo þekkja menn hvernig það hefur farið og hvernig sumir hafa farið fram úr sér í þessum efnum og þá sérstaklega kannski Kópavogur nefndur í því sambandi. Það er náttúrulega þannig að þessi samþykkt á sínum tíma, svæðisskipulagið, það er kannski akkurat mesta árás á þéttingu byggðar sem að nokkurn tímann hefur verið gerð vegna þess að auðvitað hefur þetta þýtt það að byggðin hefur alls ekki þróast hérna inn til borgarinnar, heldur einmitt dreifst mjög mikið á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það er ekki bara úthverfi Reykjavíkurborgar, þessi hverfi sem við höfum verið að kalla úthverfi, heldur þá miklu frekar sveitarfélögin sem í næsta nágrenni við Reykjavík og virka auðvitað svona meira sem úthverfi heldur en nokkuð annað fyrir þá sem ekki þekkja til. Bara svona rétt í lokin. Þetta fín umræða og gott að fá þessi sjónarmið sem að hver að bæta öðrum og þar meðal ég hafi verið að tala þetta ríkir nokkuð samstaða. Þó að reyndar ég hafi tekið það fram að ákveðnum sviðum og ákveðnu efni er ég ekki sammála. Og það er reyndar svona ákveðin atriði sem eru svona jafnvel grundvallaratriði. Að þá þegar að borgarstjórinn og borgarfulltrúinn Björk Vilhelmsdóttir og fleiri hafa komið hér upp og sagt að þetta sé alls konar fyrir alls konar fólk, alls konar borg fyrir alls konar fólk eða borg fyrir alls konar fólk. Þá vil ég bara benda á að það er nú bara akkurat ekki þannig. Við erum aðeins að líta þá betur á þetta og hafa betri yfirsýn heldur en svo. Ef að 90% byggðarinnar á að fara í þéttingu byggðar hér á vestari hluta borgarinnar, þá er það náttúrulega ekki fjölbreytni. Þá er það andstæðan við fjölbreytni. Vegna þess að fjölbreytni myndi auðvitað felast í því að við værum að gefa þeim sem að hingað vilja flytja eða vilja byggja þak yfir höfuðið í Reykjavík möguleika á ólíkum valskostum, alls konar valkostum til uppbyggingar í höfuðborginni. Og mér finnst þetta einkennast talsvert af því sem að auðvitað hefur oft komið fram að það er svona lítill skilningur á þeim miklu gæðum sem að felast í úthverfum borgarinnar og hvað úthverfin hafa upp á að bjóða langt umfram það sem að hægt er að bjóða upp á hér í miðborg Reykjavíkur. Margir munu kjósa að búa í miðborg Reykjavíkur, enda þótt að því miður sjáum við mörg dæmi þess að illa gangi að selja húsnæði og íbúðir hér í 101, en margir vilja jafnframt búa í úthverfum borgarinnar og þar er alveg jafn dásamlegt að búa. Þetta er náttúrulega ekki það sem við erum að bjóða upp á með þessu aðalskipulagi og þess vegna er þetta ekki alls konar. Þetta er nánast einsleitni vegna þess að þessi 10% sem út af borðinu standa er bara Úlfarsárdalurinn sem að hverfi sem búið að minnka allt of mikið og samkvæmt gildandi aðalskipulagi hefði átt að vera fyrst 2000 íbúðir og síðan aðra 2000 íbúðir og svo þriðji hlutin á að vera 2000 íbúðir í viðbót. Því var breytt og gott og vel með það, en því breytt ákaflega mikið og hverfið er dregið saman svo að úr því verður varla hverfi með þeirri tillögu sem að hér hefur verið lögð fram að aðalskipulagi. Þannig að valið fyrir borgarbúa samkvæmt þessu aðalskipulagi sem við erum að ræða er ekki alls konar. Er hreint og beint ekki alls konar, það er eiginlega andstæðan, það er einsleitni.
hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu og þá hafa ekki fleiri kvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið.